Já, komið heil og komið sæl og verið hjartanlega velkomin. Birkir, vorum við að tala það þáttur nummer 170 sé að hefja göngu sína? Já, ég heldur þetta að vera að ljúga, ég held sér 169. Já, út ekki einnum það að missa töluna. Ég alveg, maður verður bara ringlaður, sko. Já, en það er margir þættir. Maður verður ekki bara ringlaður, maður verður líka meir. Já, maður verður meir. Það haldur svona marga þætti. Það eru þetta bara forréttind að hitta svona mikið af flottu fólki. Já, klárlega. Og við erum heldur betur með flotta konu í kvöld og það er náttúrulega stóru leitinu til þeim sem hlusta að þakka. Eða bara nánast öllu leitinu til. Takk allir fyrir að hlusta. Já, takk fyrir það kærlega. En svo er þetta líka vinnur okkar sem hafa reynst okkur hliðhollir og margir búin að vera með okkur bara frá degi 1. Algjörlega og er að styðja frjálsa fjölmiðlun. Já, sem er ekkit annað en mjög mikilvægt á tím sem þessum þar sem að falsfréttir út allt. Já, og svo ertu með gímaldið sem soga til sín allt sem að hreyfist á auglýsingamarkanum en Dokkobit þeir styðja frjálsa fjölmiðlun. Rafrænar undirskriftir gera þær einfaldar og hjálpa mér í mínu daglega starfi okkur einasta degi. Þeir gera það nefnilega. Já, notar þetta eitthvað það? Þeir eru að senda þjónustusamninga og leigusamninga og svona, já, það notar þetta. Já, bara sendir einn rúkandi. Já. En þáttu kvöldsins, gestur Chess After Dark í kvöldi er enginn annar en Halla Hrund Lóðadóttir, orkumálastjóri Orkustofnunar og aðjungt við Harvard háskóla. Takk. Það er smá rígur ykkar á milli. Já, það er það, ég er náttúrulega ég læri ykkur sko. Halla, þú skipið orkumálastjóri árið 2021 sömulegis í forsetaframbúði en kosningarnar fara fram 1. júní næstkomandi. Vertu hjartalega velkomin. Takk fyrir. Já, við erum After Dark. Já, held eða ég veit það nú ekki. Það er nú orðið svo bjart. Já, einmitt, já, rétt. Þetta er eiginlega, sko þátturinn þurfti að vera mjög seint núna til að ná After Dark, ef svo má segja. Já. Það er ánægilegt. Gleymist við því. Ef við byrjum á því, hvernig liggur á þér? Herðu mjög vel, búið að vera frábær dagur, alls konar ævintýri, viðtöl og ferð á hönnunamars, ég veit ekki hvort þið hafa farið á, mjög áhugavert. Og svo var ég að koma af tónlistarhátíðinni heima í Hafnarfirði, þannig að það er gaman að enda hérna hjá ykkur. Já, þetta er ansi löng dagskrá hjá þér. Já, það er líf og fjör, eins og hún segir, þó sé nú töluveru tími í kosningar að þá er maður að nýta hverja lausa stund til að hitta fólk. Já. Þannig að það er það sem er í gangi þessa dagana og bara gaman að fá að kynnast sem flestum og eiga þetta samtal sem að maður er í stöðugt það hvernig fólk horfir á embættið og hvernig hægt er að gera gagn fyrir samfélagið. Því að það er auðvitað sem þetta snýst er að leggja sitt að mörkum og maður gerir það ekki einn, maður gerir það í samvinnu við sem flesta. Klárlega, ég var nú að segja að ég var aðeins í heimaðunni fyrir þáttinn þarna þegar þú varst með fundan við mál og menningu. Já. Það var bara húsfylli, það var bara stappað. Já, var líf og fjör, fullt af fólki og einmitt gaman að sjá bara hvaða er mikill áhugi heilt yfir. Við erum með 100 sjálfboðaliða og ef ég á að segja eitthvað þá er svo gaman að sjá bara hvað lýðræði lifnar við. Hverjum hefði gruna það að svona margir taki þátt í kosningunum. Þannig að þetta er búið að vera skemmtilegt og við erum að opna kosningaskrifstofu á morgun klukkan 12 í Nóatúni. Já, þannig að líklega í dag þegar þú ert að hlusta. Já, og hvar er hún? Í Nóatúni? Í Nóatúni. Já, þannig að það er það verður spennandi. Milli 12 og 4 verðum við þar. Og verður heitt á könnunni bara? Heldur betur, veitingar, þetta er allt sem að sko fólki dreymir að gera frí. Já, sko, maður spyr sig, þetta er alvöru kosningabarta, það eru margir frambærilegir frambjóðendur. Heldur betur. Sko, er tíminn til að hafa gaman líka, kíkja á hátíðina heima og er þetta bara alvaran? Ég held að þetta er bara þannig ferli að þú hefur gaman að þessu öllu og ég held að ef þú hefur ekki gaman að þessu ferli þá mögulega er þetta ekki vekkferð í sjálfu sér sem að á við þig að þetta snýst samskipti við fólk og þetta snýst að heyra hvar tækifærin eru því að hlutverk forseta er svo mikið að horfa á tækifærin og hjálpa til við að magna það upp og það gerist ekki inn á einhverju skrifstofu eða í einhverju húsi, það gerist akkurat með því að vera í samtali við fólk allt land, sjá hvað er að gerast og finna út úr því hvernig við getum
tengt hluti saman, lyft þeim upp hérna heima og líka magna tækifæri í alþjóðasamstarfi og þá maður að horfa á nýsköpun sem nú heldur betur mikil gróska í heldur betur menningarstarf og listir og annað þannig að þetta gerist allt í samtalinu. Já, ekki spurning sko, sumar náttúrulega að byrja á morgun. Já, gleðilegt sumar. Gleðilegt sumar Sömuleiðis. Og Halla, já, takk og þá erum að gera að kíkja í Sútop þeir eru konið með City Loafers 3 liti af rúskinni og 3 nýja strigaskó. Já, en maður ekki bara sleppa sokkum þegar maður er í svona skó með eða ekki, er þetta ekki bara, eða svona hælasokkum kannski? Halla, ég veit ekki tísku sko. Ég ætla bara að senda mannin minn lóðbeint bara í framhaldi þessari auglýsingar í búðina sem hlýtur að fá mjög góða ráðgjöf. Lístu vel á það. Já, klárt. Ef við byrjum á því, af hverju ákveður að bjóða þið fram? Já, ég hef alltaf haft sterkar samfélagssýn. Raun og veru hvað verkefni sem ég hef verið að vinna hefur verið fyrir samfélagið og einn eða annan hátt. Birtist auðvitað í starfi mínu sem orkumálastjóri, þar sem að ég hef talað ríkulega fyrir almannahagsmunum þegar við erum að tala aðgengi að heitu vatni, raforku eða uppbyggingu innviða sem við tökum fyrir sjálfsögum hlut en eru auðvitað svo miklar lífæðar fyrir samfélagið okkar og þannig að það hefur verið megin stef í mínu starfi sem orkumálastjóri en líka í mínu fyrra starfi hjá Harvard þar sem ég var að vinna að svona lykil hagsmunasviðum Íslands, málumnum hafsins sem að breytast töluvert mikið með hlýnun jarðar. Við erum að sjá nýjar siglingaleiðir opnast yfir pólinn sem að stytta fjarlægir á milli Evrópu og Asíu. Þannig að það er mikið að breytingum í gangi í okkar heimsmynd og það var það sem ég var að horfa á sérstaklega í mínu starfi á Harvard. Og síðan hef ég verið að vinna í jafnréttismálum og í menningarmálum í að flytja út íslenska menningu og listamenn. Þannig að það er svo misjafnt hvað fær fólk til að vilja vinna verkin og hjá mér eru það þessir samfélagsþættir þannig að það er alltaf leið fyrir að það er mín leið í lífinu ef svo má segja og tækifærið kannski má segja að ef maður er að horfa á möguleika Íslands til framtíðar að þá er þetta hlutverk forseti Íslands mjög þýðingamikið hlutverk og leið til að gera meira gagn og ég hef unnið töluvert með fyrri forsetum og hef séð hvað þetta getur raunverulega hjálpa til við að lyfta hlutum upp í samfélaginu og ég er að vonast til að virkja Íslendinga í að taka þátt í framtíðinni því að ég veit ekki hvort þið hugsið mikið það svona þegar maður vaknar á morgnana en sagan okkar það er svo mikið saga þess að við séum að standa saman, við séum að vinna þétt saman og ég held að við séum á tímapunkti núna þar sem að við þurfum að vera dálítið duglega að taka virka þátt í lýðræði, taka virka þátt í verkefnum og vera að móta hvert við ætlum að fara, hvar við ætlum að lenda eftir 10, 20, 30, 40 ár. Núna er svo mikilvægur tími út af tæknibreytingum, út af loftslagsmálum og svo framvegis. Þannig að það er það sem að kannski brennur á mér við að stíga fram núna í þetta viðfangsefni, þetta verkefni. Vel svarað. Ekki spurning, maður verður bara spenntur. Maður peppast allir upp hérna. Maður er allir veðraður. Það er ekki spurning, það er mikið að tækifærum. Varstu lengi að hugsa áður en þú ákvast að bjóða þig fram? Og manstu kannski, ef ég fæði að bæta við þessu spurningu, kannski hvenær þú fórst að daðra við að pæla í þessu? Þetta kemur í raun og veru í svona ákveðnum bylgjum þar að segja áskoranir og þess áttar frá því í haust og er kannski ákveðnu leiti tengt meðal annars við stöðuna á Reykjanesi. Það er í raun og veru kannski tengt því, það er mikið að gera þá í orkumálunum, þetta sérstök krísa í tengslu við hitaveitumálin. Þannig að þetta byrjaði svona á þeim vettvangi og var samt ekki fyrr en að mínir gangnamenn á austursíðu afrétti, ég veit ekki hvort þið þekki þessa sögu.
þekki hana. Nei. Er það hjá Kirkjubæðarklaustri? Já, Ég var að gíska því vissi hún hafi verið með frambúðið sitt á maður þar. Já, ég sem sagt, þeir alltaf að smala á haustin, fer á afrétt, það er sem sagt að ferðu í nokkra daga á hesti og ert að fara með fjalli og hópurinn sem smala með mér, sem eru náttúrulega að mínum mati sko harðasta fólk Íslands, skoruð á mig í útvarpinu, í samlesnum auglýsingum og RÚV. Ok. Og og það var, hvað ætla þetta að sé, 2 vikum fyrir páska eða eitthvað svoleiðis. Og það kannski ítir þessari umræðu meira af stað. Og þannig að ég tók páskana í að hugsa þetta vel og ákvað síðan á annan í páskum að taka skrefið. Þannig að ekki svo langur aðdragandi þó ég aftur hafi alltaf vitað það að mig langi til að vinna í opinberu þjónustu og forsetaembætti ekkert annað en þjónusta við íbúa landsins. Og aftur það sem að mér finnst kannski vanta eða sem að við þurfum að horfa á að ef við erum að horfa á hluti eins og rafvæðinguna eða hitaveituvæðinguna eða jafnréttisbarátuna, það er eiginlega sama á hvaða svið við horfum á. Þessar stóru breytingar á Íslandi hafa orðið vegna þess að það voru allir að taka þátt og að því ég var að minnast á sveitina að þá á ég svo sterkar minningar úr sveitinni þar sem að það er einhvern veginn alltaf að koma rigning og við erum að vinna í heyskap saman. Nú veit ég ekki hversu mikið tengsli hafið við þetta en við erum að vinna því að koma heyinu þurrun í hlöðu og það er þessi rigningaskúr, hann vofir alltaf yfir og það er einhverju töfrar sem gerast þegar bara allir ákveða. Það skiptir ekki máli hvort að þú ert bóndinn og þú ert yngri, það bara koma allir saman og klára verkið. Og það er alltaf það sem ég held að við þurfum á að halda, á að sko draga fólk saman, ekki bara því að þannig vinnast verkin hraðar og betur, heldur það líka svo mikil gleði sem að fylgir því og bara samkennd manna á milli þegar við erum að, eins og þið þekkjum úr íþróttunum, þegar maður kemur saman og er að vinna að einhverju ákveðnu marki. Og ég held að ef við erum að aftur hlutirnir eftir að breyta svo hratt á komandi árum og við viljum að Íslands samfélag sé algjörlega á toppnum. Við viljum að tækifærin sem að kynslóðirnar sem er að koma vaks og grasi núna, að þær vilji búa á Íslandi og þær horfi á okkur og þá sem að eldri eru og segi, vá, hvað þau stóðu sér vel. Já. Og það er dálítið tækifæri núna, virkja fólk til að taka þátt í að vera ekki sama um framtíðina, vera mótana, hugsa auðlindirnar okkar, hugsa tæknina og svo framvegis. Og ég held að líka, við erum orðin fjölbreyttara samfélag og svo framvegis, að það er svona ákveðin gleði og tengsl sem að myndast og alveg eins og í boltanum, segi ég, við mjög litla skýrskotum, en allavega það er svona sama tilfinning og ég held við þurfum að þétta raðirnar, við megum ekki nálgast of mikið kannski þá einstaklingshyggju sem að ég upplifið það í Bandaríkjunum, heldur verðum við dálítið að horfa á það að við erum eitt lið. Já, algjörlega. Kannski eitt sem er okkar nýti að tala um að nýti páskana áður nú ágast að láta slag standa. Já. Pældir eitthvað í tímasetningu af því að þú veist, náttúrulega leifum tala betur nú eftir að þú náttúrulega hástökkar núna í öllum síðustu skoðanakönnunum en varstu eitthvað að pæla, er ég mögulega orðin of sein að tilkynna framboðið eitthvað slíkt að þarna voru komin ansi mörg stórn upp? Nei, ég hugsaði ekki þannig að því að þetta er svo stór ákvörðun og þetta er svo stór ákvörðun bæði að því að þetta er embætti sem að þýðir að þú ert alltaf í vinnunni og þetta er bara þjónustuhlutverk út í eitt og þetta er líka auðvitað mikil fjölskyldu ákvörðun og síðan held ég að sé þannig í forsetakosningum að þú ert að bjóða fram þína eiginleika og þína reynslu og þína sýn og hún kemur alltaf til með að vera öðruvísi að því að við erum öll bara ólíkir einstaklingar með ólíkan bakgrunn og reynslu þannig að ég held að hver og einn kemur fram með þær áherslur og sína eiginleika og síðan er það kjósenda að
velja sinn forseta þegar kemur að kjördegi og það kannski fegurðin í því að vera með sko marga ólíka sterka kandidata að þá eru bara möguleikar fólks ólíkir og ég held að það sé mikilvægt fyrir okkar samfélag og ég verð bara að segja aftur því að ég hef unnið töluvert í Bandaríkjunum og að maður horfi nú á kosningarnar þar í landi en þá erum við bara heppin að það séu að fólk sé að gefa kost á sér og líka heppin að finna það að þið hafið áhuga á kosningunum ég var hérna með samstarfskonu minni náðan sem var að fljúga heim til að taka þátt og aftur þessi sjálfboðalegar og svo framvegs. Já, algjörlega. Líka ég held að Jón Gnarr hafi komið inn á þetta í pallborðinu sem að Halla var með honum í þetta bara lýðræðis veisla sem í gangi eða núna sko. Já, ekki spurning. Já. Og maður hrífst bara með þegar maður heyrir talað heiskap og allir að sé að vinna saman áður en að byrja að rigna og hérna þar fram eftir göttunum, þannig þetta fínt að við höfum líkt þessu líka við íþróttir sko Birgir. Já, ég týndist átti í heiskapnum við kynni það. Get ekki stætt í þessu, já. En sko, ég veldi fyrir mér, hvað getur forseti gert og hvað mynd þú gera hérna, sem forseti til þess að fá fólk til þess að fylgjast bakvert öðru og saminast? Og kannski ekki og forða okkur frá þessari einstaklisíku sem við sjáum kannski í Bandaríkjunum. Já, og kannski ég fá aftur að bæta við spurningun hér, Leifur, að þú veist, nú erum við ungir menn, 28 og 26 ára, en svona forsetinn, allavega svo ég tala fyrir mig, maður ekkert eitthvað mikið tekið eftir honum, ekkert á okkur slæman hátt eða eitthvað, en af hverju skiptir þetta svona miklu máli? Já, kannski við byrjum á af hverju þetta skiptir miklu máli, að þá eru eiginleikar þessa embættis, eins og ég horfa á það, að þetta ekki flokkspólitískt embætti, þetta í raun og veru embætti sem hefur þann möguleika á að vera að draga saman ólíka þræði og sætta sjónamið að einhverju leyti, fá okkur til að hugsa það að við erum ein heild og þannig munum við ná að vinna mótið, svo ég haldi nú áfram með þessar líkingar. Þannig að ég held að sé ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að eiga þetta embætti inn á við og ef ég horfi á landið heilt yfir að þá skiptir líka máli að við séum með svona embætti inn á við því að það líka aðstöðumunur á milli ólíkra samfélaga á Íslandi og við þurfum dálítið að lyfta upp skilningi fólks á hverjar eru aðstæðurnar á Ísafirði, hverjar eru þar á Hvolsvelli og hjálpa til bara við að skilja hvort annað þannig að við séum að byggja upp sterkt land allt land. Tækifærin fyrir framtíðarkynslóðir eru allt land, alls ekki bara hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þetta mikilvægt hlutverk til að lyfta samfélagin okkar upp og efla skilning, en þetta líka gríðarlega þýðinga mikið hlutverk út á við og ég hef nú unnið í utanríkismálum og búið erlendis í Bandaríkjunum og líka í Evrópu og þetta hlutverk getur gefið ákveðin aðgang eða gefur ákveðin aðgang og hefur vikt í alþjóðlegu samhengi og við erum tiltölulega lítil þjóð og þetta rödd sem að við getum nýtt til þess að tala fyrir hagsmunum Íslands, til þess að hjálpa til við að fyrirtæki í nýsköpun og tækni, sprotarnir okkar sem að koma til með að vera næsta kontrollant eða Marel eða CCP eða sem að hvaða fyrirtæki að hjálpa þeim, þau verða aldrei þessi fyrirtæki nema við séum að styðja við framtíðarsýn og svo framtíðarsýn liggur alltaf í að vaksa út fyrir landsteinina því við erum tiltölulega lítill markaður hérna heima. Já. Og sama það hérna að þú horfir á listasennuna það það sama þar að listamenn og menningarsennan þarf líka yfirleitt að stækka fyrir utan landsteinina ef við erum að horfa á það að hlutirni gangi vel og þarna getur forsetinn hjálpa til við að magna tækifærin. Ég hef í raun og veru ekki fundið neitt annað betra orð en að magna, en með því að leggja svona málum leið þá hægt að stækka tækifærin. Já.
og síðan svo ég haldi áfram að því að við erum líka samtengt í þessum heimi og það eru átök í Evrópu, algjörlega nýtt landslag þar, átök í Miðausturlöndum og það skiptir máli að við séum með rödd sem tala fyrir alþjóðalögum, tala fyrir mikilvægi fullveldis og lýðræðis og tala fyrir friði og það eru sko langtíma hagsmunar okkar allra og eitthvað sem að kemur til með að hafa áhrif á það hvernig sko framtíð okkar verður eftir 10-20 ár og svo líka lengra fram í tíman. Þannig að embættið hefur gríðarlega mikla vikt í því samhengi líka. Nú kemur seinni hlutin yfir í þína spurningu lengsta svar Íslandssögunar. Nei, við vorum líka erfiðir að spyrja svona mikið spurningum. En allavega hver eru möguleikarnar á að vinna þetta? Að ná þessum hlutum saman. Ég held að það séu tækifæri í því að þekkja vel landsbyggðina og þekkja höfuðborgarsvæðið og geta verið flétta þær sviðsmyndir saman. Ég held að séu líka tækifæri að vera kannski þá sé nú kona á 50-aldri að vera kannski ákveðin brú á milli kynslóða og geta leitt það saman. Við vitum að það er sko allt önnur tækni notkun hjá eldri kynslóðum og yngri, þannig að við þurfum líka að ná að vefa þá þræði saman og síðan er það að geta dregið saman samfélag okkar þar sem við erum orðin fjölbreyttara samfélag og það er mjög mikilvægt hagsmunamál að geta gert það og ég held að þar til dæmis komi reynsla mín að hafa búið í ólíkum löndum vel til að reyna að efla skilning og draga þræði saman og ég held að við þurfum kannski dálítið að fara nýjar leiðir líka í því að þétta raðirnar í samhengi við fjölbreyttara samfélag. Ég hef stundum sagt að við höfum að fá fólk meira inn í menning og listir, fá þá sem hafa verið að flytja til landsins inn í kórastarf. Það sem allir að syngja íslensk lög til að læra tungumálið og reyna að hafa það að þétta raðirnar skemmtilegra. Það þarf ekki að vera það þarf að halda í gleðina í þessu öllu saman. Þannig að ég held að mín reynsla úr diplomasíu og mín reynsla úr því að draga hluti saman sem hefur kannski verið reynt mikið á í orkumálunum, það sem að eru nú ólíkir hagsmunir og reynt mikið á líka í því að til dæmis þegar ég var að stofna Artekinesti við Harvard að draga saman ólíka aðila og gera eitthvað, magna upp tækifæri, muni nýtast vel í það. En aftur, alltaf með fólki, það er leiðin. Þetta er bara þetta snýst allt að skapa umhverfi þar sem að einhvern veginn hægt er að láta hlutina blómstra. Það er aldrei þannig að þú dragir allan vagnin einn. Ekki spurning. Vel svara. Já, og maður heyri að hérna er bakgrunnur í diplomasi á ferðkomið, þetta skemmtileg nálgun eins og nefnum með kórastarfi, að því að eins og við vitum þá á íslenskan undir högg að sækja og við verðum að leita leiða til sér að varðveita hana og það er til dæmis skemmtileg hugmynd með kórastarfi. Flott til þess að gera þetta skemmtilegan hátt. Já, ef ég má meira sem nýta við að því ég var að koma vestan. Eru þið miklir aðdándur Ísafjarðar? Ég var á Ísafjörðum helgina. Já, akkurat. Varstu í Fossavarsgöngunni eða? Já. Ég líka? Já, ok, við skulum ekki tala tíma eða hversu langt. En náttúrulega ótrúlega gaman alltaf að fara vestur og sérstaklega tengslu útivist sem er svona eitt af mínum stóru áhugamálum. En það sem að mér fannst svo merkilegt er að á Ísafirði þetta er sko ekki samfélag sem hefur fengið neitt upp í hendurnar. Að sama hvort við erum að horfa á sjávarútveginn eða menning og listir eða bara orkumálin. Það er allstaðar, það er svo mikið sigla allstaðar, bara birtist í Fossavarsgöngunni til dæmis. Og það sem að mér fannst svo áhugavert er að þar til dæmis var sett upp risastór sýning Fiðlarinn á þakinu í samvinnu á milli leikfélagsins og tónlistarskólans. Og fólki sem tók þátt í þessari sýningu
sagði einmitt, heyrðu, það var bara alls konar fólk á ólíkum aldri, úr ólíkum röðum samfélagsins sem kom allt í einu saman í þessu leiklistarverkefni og allt í einu sáu allir hvern annan í einhverju öðru ljósi og allt í einu var eitthvað fólk sem hefði aldrei talað saman, farið að fara saman í matabóð og hlæja út af einhverju sem gerðist af einhverju leiklistaræfingu og ég held að svona leiðir líka í að þétta raðir. Ég tala ekki sko, ég að tala fjölbreytileika samfélags en held að eigi líka við ef við erum bara að hugsa svona lýðheilsumál eins og að það að fólk meira einangrað í dag og kannski sem ákveðin áskorun líka en það að nýta menning og listir til að efla þessa samkennd eins og íþróttastarfi þetta gerir líka held ég að sé ótrúlega mikilvægt og Ísafjörður frábært dæmi það sem þeir hafa gert það. Gildi mjög vel. Já, kjarnaend og bara þessi sigla og samstæða sem þar það þarf að skala hana það þarf að vinna með þau gildi. Hjartanlega sammála því. Sko, þú talaður það að tala fyrir friði sem forseti Íslands. Já. Á forseti Íslands að vera pólitískur? Hann á ekki að vera flokkspólitískur og ég held að skipti máli að geta hafið sig yfir umræðina. Hann á ekki að vera að dansa inn og út úr pólitík. Ég held að það sé mjög mikilvægt því að við erum með alþingismenn og við erum að kjósa þá til að vera í daglegum rekstri fyrir okkur í samhengi við lög og annað. En það geta komið upp aðstæður sem eru þá afar sérstakar eða sjaldgæfar og þær hafa komið upp eins og í samhengi við tíð Ólafs Ragnars þar sem varð eitt allsherjar bankahrun og þá þarf forseti að geta staðið í báðar fætur og tekið óvinsalar ákvarðanir og unnið beint fyrir hagsmuni þjóðarinnar og forseti þarf að vera læs á bæði þjóðina og líka læs á pólitík og það held ég að í mínu samhengi auðvitað hef ég unnið mikið nálægt pólitík í starfi orkumálastjóra. Það eru auðvitað auðlindir, orku, vatns og jarðefna sem eru þar undir og mjög miklir hagsmunir í hófi fyrir ólíka leikendur. Þannig ég þekki samskipti við pólitík vel og síðan hef ég bæði menntun í háskólum hérna heima og úti við Harvard þar sem að ég hef verið að horfa á opinbera stjórnsýslu og stjórnskipan og annað. Þannig að slík þekking skiptir máli. En forsetinn má ekki ganga á hagsmuni eða vera leiðitamur einhverjum hagsmunum. Það mjög mikilvægt og mun eflaust reyna sífellt meira á svoleiðis þætti þó að lykilatriði sé að þingið sé að vinna og sinna sinni vinnu. Sko, það var eins og Birkir kom inn á þann þegar þú býður fram og rétt eftir þá ert að mælast með 5% fyrir nokkrum vikum og ert að detta í 20% núna heldur betur hástökkvari finnur þú fyrir miklu meðbyr og kemur þetta að einhver leita óvart þessi mikli meðbyr? Já þetta búið að vera ótrúlega þú vorst að tala hástökk, ég ætla nú ekki að líka þess að við frjálsýtt þróttamót en það búið að vera auðvitað margt í þróun en þetta kemur kannski ekki óvart í samhengi við samtal við fólk og auðvitað það kannski mælikvarðin eða eini mælikvarðin sem maður hefur af því að þú ert að kynna þau gildi sem að þáttöku og samvinnu sem að þú ert að leggja áherslu á og þú ert að leggja fram hvernig þú vilt sinna embættinu sem að ég sé aftur þetta þjónustu hlutverk sem þú verður að sinna heilendum og alúð og síðan ertu kannski að fara yfir þína reynslu og annað og ég hef fundið bara mikinn samhljóm sérstaklega með þessu að vilja magna tækifæri Íslands og ég held að fólk sé til í sókn fólk sé til í að horfa að láta til sín taka og vinna saman, vera hluti af þessu ferðalagi að vera að vinna fyrir landið okkar. Eitthvað fallegra en það?
vera saman í því að vinna fyrir landið okkar Það er samt gildi sem að ég held að ekkert margir pæli í dagstælega sko. Það er alveg verið að minna á þessa heild sem að Ísland maður er ekkert ofta pæli að maður sé Íslendingur partur á Íslandi sko. Nei, maður er bara eitthvað býrina bara eitthvað brennimert í hausuna á okkur sko. Já, ég held samt að en það verður að minna á það sko. Já Það séum lið Við erum lið og aftur kannski af því að sko, nú erum við hérna í þessu stúdíói og það bara því gætu með gerfigreind bara, það getur verið 5 tíma sería með Höllurhund Lóðdóttur bara út af tækninni sem er til Já, þeir hjálpa mér oft með handritin Já það er svo stutt þangað til að þessir þættir bara að því þú varst að tala um tungumáli áðan verða farnir að hafa svo mikil áhrif á tungumálið okkar og annað og þess vegna er núna kannski meiri þörf en áður líka í samhengi við hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar og annað það er mikilvægt að standa saman á framtíðinni ekki bara út af ógnum heldur líka út af tækifærunum og ég verð bara að deila með ykkur einu sem er svo magnað og merkilegt er að þegar að svæði í heiminum eru að hlýna að þá breytast svæði sem að eru hagfellt fyrir matvælaframleiðslu og hvað þýðir það? Það þýðir að á sumum stöðum er uppskeran minni eða ég vil ekki hægt að rækta, það verða fólksflutningar og alls konar hlutir sem fylgja því en það þýðir líka að möguleikar Íslands og mikilvægi þegar kemur til dæmis að matvælaframleiðslu eiga eftir að aukast gríðarlega mikið og þarna ef þið horfið á auðlindirnar okkar ef við höfum græna orku ef við höfum ótrúlega náttúru og svo eigum við sem er hrein og tær alveg eins og hafið okkar líka og þar eru þessar auðlindir sjávarútvegurinn eða fiskurinn í sjónum og landbúnaðar afurðir hreinar afurðir og nýsköpun á þessu sviði sem að birtist í sko kerisi sem er að nota fiskróð í plástra arna sem er að framleiða haframjólk eða skýr með höfrum og bara allt þetta sem er í þari sem er notað núna sem fæða jarðhitinn sem er nýttur fyrir alls konar nýja ræktun sko tækifærin eru endalaus og það er nefnilega það sem er spennandi líka í samstöðunni er að við þurfum að vera í sókn í að sinna þessum tækifæri. Já, algjörlega. Vel svarað. Já, ekki spurning. Það er mjög gott. Og mikið af, já, við erum svakalega heppin með landsvæði, það er ekki spurning. Mér langar að segja ykkur aðeins frá strúktúr. Já, gjörðu svo vel. Þetta er auðvitað glæsilega einingás. Já. Þú varst eitthvað... Ég er að hóta, sko. Ég er að pæla að kaupa lóð og jafnvel, sko, kaupa parhús. Ég er ekki að grínast núna, sko. Ég er að pæla að kaupa parhús frá strúktúr. Já. Finn einhvern góða mann með mér í þetta sem að vill á einhverja góða fjölskyldu til að búa hliðin á mér. Og það er verið að byggja þetta í Kópavogi. Ég er að hóta. Ég finnst við ekki eða nógu miklum tíma saman. Við þurfum að heyri strúktúr og sjá hvort við getum ekki. Þurfum við ekki að búa hliðin á hverjum það. Ég er alveg samanlega. Sko, en strúktúrmenn þeir vilja, já, bara strúktúr.is. Já, algjörlega. Svo líka að því vorum að tala um Fossavatn áðan. Ég var búin að lofa því að tala ekkert um hvað ég fór langt eða tíma eða neitt þannig, alveg svo halla. Hvað var tíminn sem? Hvað fórstu langt? Ég fór 50. Já. En ég gæti að hafa stoppað eins og kíkt í síman, maður er náttúrulega allt og kókaböðskynslu en sambandið hann upp á fjöllum í búðir hringdu upp á 10 í alvörunni já, ég ætla ekki að segja að fara að skróla Instagram hann en að lá við að ég gata sko. og var líka svo góðar aðstæður já, einmitt rigningin og rókið, þetta var geggjað já, og nei, fyrst með maður er byrjar þá er nú gaman að minna á nýju vinn okkar já þessi fórlótu vín frá Vestmann One Vestmann One byggarinn 25. maí stay tuned í ræturnar, það verður skápmót þar, það verður geðvikt þannig að við byrjum spenntir að segja ykkur meira frá því en Birkir, við ætlum að ræða orkumálin og það er búið Strúktúr og Mason Vestmann og hringdu nú ert þú auðvitað orkumálastjóri í tímabundnu leyfi okkur langar aðeins að ræða orkumálin við þig og það var nú bara frétt sem ég reynda að las hérna þegar ég var að keyra enga sem er að okkar góð vinkona sem er komin til þessari þáttin, Kristján Frostdóttir hún segir sko
Samfylkingin segir staðráðin í því að rjúfa það sem hún kallar framkvæmda stopp í valdatíð núverandi ríkisstjórnar í orkumálum, mikilvægt að segja til dæmis að Hvammsvirkjun verða að veruleika. Sko, einhverju tala að orkustefna Íslands sé hvorki, þetta Þórður Pálsson reyndar, góðu vinnið þáttarins líka, einhverju tala orkustefna Íslands sé hvorki kapitalismi, né sósíalismi heldur masokismi. Við séum hreinlega ekki sjálfbarga, sitjum við hlaðborðin degjum úr hungri. Hvað segir orkumálastjóri við svona, bæði frá Samfylkingunni og þjóðinni? Orkumálastjóri í leyfi. Já. Já, sko bara byrjum á þessum málaflokki sem eru auðvitað gríðarlega mikilvægur, bara heilt yfir fyrir samfélagið, en líka mikilvægur út frá öryggismálum eins og við höfum séð með orkukrísunni í Evrópu og sá málaflokkur sem að í örri þróun. Þannig að það nánast hvergi sem að nýsköpun jafn og í orkumálunum, nýjar lausnir, enda eru flestar þjóðir að sækja fram í að reyna að fara úr olíu yfir í grænt eldsneyti. Og við með þessa ótrúlegu sögu af því að það var gróska hér í jarðhita og stórar ákvarðanir teknar á sínum tíma. Þá erum við með þessa sögu líka sem að tengist líka okkar ímynd út á við og annað, að við erum land grænna orkumálum, en það ekkert annað land sem að komið á þann stað sem að við erum í sjálfu sér. En þú ert að tala um framtíðina. Þetta var nú inngangur að framtíðinni. Ég veit. Það eru fullt af tækifærum. Það þarf, ef við byrja bara á jarðhitanum, að það mjög mikilvægt fyrir okkur að halda áfram að leita eftir jarðhita og sinna samfélögum vel, það sem að möguleiki á að fá meiri jarðhita sem þessi þörf. Og að því við vorum að tala um Ísafjörð og vorum að tala um afrek í ýmsum málum, að þeir eru núna í þeirri stöðu á Ísafirði, eða þau í þeirri stöðu að þurfa að reiða sig á olíunotkun af því að það vantar í raun og veru orku til þess að sinna þessu svæði. Það eru margar ástæður, það tengist jarðhita, flutningskerfi og öðru. En allána, þannig að það Já, ég að færa mig hérna eitthvað? Ég datta þessu út. Já. Þannig að það mikilvægt fyrir okkur að horfa á hvað framundan sem þessi orkuskipti. Og nú veit ég ekki hversu mikið, hvort þið vakna á mótnana og séu að hugsa um orkuskiptin. Nei. Eins og ég. En það þannig að það hægt að skipta orkuskiptunum í 3 hluta. Það rafbílavæðingin og síðan það fiskiskipin eða skipin okkar og síðan það flugið. Og þegar við erum að horfa á rafbílavæðinguna, að þá þarf tiltölulega lítið af orku og tæknin þar alveg tilbúin. Þannig að þar á ekki að þurfa að bíða eftir neinu. Og þetta meira þess að tiltölulega ódýrt í sjálfu sér. Þannig að ég vona að stjórnmálin horfi á að klára rafbílavæðinguna eins mikið og hægt því að það í raun og veru engar afsakanir, hvorki sem var það orkuöflun eða tækni. Þegar kemur að fiskiskipunum, að þá það aðeins flóknara mál, því að við erum að tala um það að það ekki bara að breyta orkugjafa fyrir skipin, það þarf að endurhanna þau, það þarf að passa upp á að þetta breytir hvað mikið pláss fyrir fisk til dæmis á skipunum, að því að þetta eldsneyti tekur meira pláss. Það þarf að horfa á innviða uppbyggingu í höfnum, þannig að það sé hægt að fylla á skipin. Þannig að það eru margir þættir sem koma saman og svo það orka líka til að framleiða það sem heitir rafeldsneyti. Og það sem að mun verða sífellt meiri áskorun, alveg eins og í allri auðlindanýtingu, að það bara svo mikil samkeppni alla þá orku sem að verður framleitt, og það töluvert af verkefnum í pípunum sem að eru svona langkomin í leyfis veitingaferli, og áskorunin mun sífellt meira snúast það að það komin nýjar virkjanir og það eru margir kaupendur. Þannig að það í raun og veru erum við komin inn í tíma þar sem stöðug umfram eftirspurn og verður kannski meiri áskorun að horfa á einstaka verkefni í samhengi við
þarfir vestfjarða eða að framleiðslan eigi að fara í rafelsniti af því að það eru bara svo margir gagnaver, matvælaframleiðsla, alls konar aðilar sem vilja kaupa. En þurfum við að vera í umfram eftirspurn á Íslandi? Erum við ekki með ofgnótt Endalaust að þessu. óvirkjar orku? Já, sko, eftirspurn eftir orku í heiminum sérstaklega grænni orku svona í sjálfu sér og alveg eins og með fiskin í sjónum þá eru ákveðnar takmarkanir, við getum framleitt tölvört mikið meira og sérstaklega mikið meira að því að tæknin vinnur með okkur, sjávarföllin, vindorku á hafi, alls konar hlutir sem eru ekki til í dag á Íslandi við erum með þetta samt sem áður takmörku auðlind og þetta orkufrek orkuskipti þannig að alveg eins og gerðist með sjávarútveginn að þá mun líka umræðan meira fara að horfa á verðmætasköpun hvernig fáum við mest verðmæti fyrir þá orku sem nýtt alveg eins og gerðist í sjávarútveginum eftir að kvótakerfið kom á þá fór þetta að horfa meira á hvernig fáum við sem hæsta verðið og það auðvitað það sem á að vera markmið í allri auðlindanýtingu að þú reynir að fyrir, sem minnst rask reynir að fá sem mest verðmæti þannig að við erum með mörg tækifæri það ýmislegt sem að þú ert að vísi þarna sem að snýr líka lagabreytingum varandi leyfisferla og annað sem nú efni í örugglega marga aðra þetti en umræðan mun líka meira fara að snúast í hvað orka notuð og í raun og veru verðmæta sköpunar hliðina og það auðvitað lúxus umræða líka að hugsa það hvernig við getum fengið sem mest verðmætt út úr okkar auðlindum og ég aftur að þið voru að spyrja hvað eru málin sem að maður brennur fyrir auðlindamálin okkar ef það eitthvað sem að fær hjarta til að slá hraðar að þá eru það staðreyndir að við erum með svo dýrmætt spil á hendi í orku, í vatni, í sjávarútvegi, í landbúnaði og við þurfum að vanda okkur hvernig við spilum úr þeim og það eru sannarlega tækifæri til að spila úr þeim þannig að við komum til með að vera ótrúlega auðug þjóð áfram inn í framtíðina af því að loftslagsbreytingur og annar líka eykur ásókn eins og við höfum séð til dæmis í vindorku og annað sem eru rosalega mikil erlend fjárfesting sem á baku verkefni þannig að það eru alls konar breytur á hreyfingu núna í orkumálum en að því nú orkumálustjóri í leyfi að þá segi ykkur að þetta svið loftslagsmál, orkumál og nýsköpun því tengdu kemur til með að verða gríðarlega mikilvægt svið fyrir okkur að geta talað af alvöru á alþjóðavettvangi og það eitt af því sem að ég vonast til að geta lagt á mörkum því að þetta hefur verið mitt stef í núverandi starfi en líka í fyrra starfi á Harvard og innviðir sömuleiðis. Já, algjörlega, vel svarað. Búið að festa í lög markmiðum að Ísland nái kolefnishlutleysi eigi síðar árið 2040. Einhver möguleiki við náðum því? Það mjög metnaðarfullt markmið og ég held að sé ég ætla nú ekki að svara fyrir pólitíkina. Ég held að sé krefjandi vegferð að ná því eða nánast ómöguleg. Þegar menn að stilla upp svona menn það bara hvernig geta menn sett líka 2040 var það svona já, var það bara 2040, svo langt í það með skipin og flugin, eða skilur þú ert að reyða svo mikið af tækni sem ekki til sko, eða hvað, eða spyr maður sig Já, ég held að það sem að vanti kannski mest ef við erum að horfa á þennan málaflokk að þá það búið að setja sko markmið og þú veist við erum hér og búið að setja markmið en það vantar dálítið að varða leið á dýpri hátt og að taka raunsætt mat og ég ætla að gefa ykkur eitt dæmi að ef við erum að framleiða til dæmis rafeldsneyti í dag sem mjög spennandi þetta bara í raun og veru olía eða gæti orðið olía framtíðarinnar að þá kostar það meira eins og staðan núna því að markaðir
er ekki full þróað, þetta ný vara á markaði og það þýðir að sko, supply chains og allt þetta er ekki þróað og hvað þýðir það að þetta sé dýrari kostur heldur en olía? Það þýðir að ef að við skildum okkar sjávarútveg að vera á rafeldsneyti sem við myndum ákveða bara frá með 2040 það að skilda það þýðir að líka sjávarútvegurinn greiðir hærra verð og hvaða áhrif hefur þá samkeppnishæfni þess geira þannig að þegar það er verið að leysa svona áskorunir það þarf líka svo mikið að búta niður þættina og þar eigum við töluverða heimaðinu eftir þó að það hafi margt verið gert og góð fréttnar eru að við erum með ótrúlega mikið af góðu fólki sem hefur áhuga sífellt fleira fólk að koma inn í geiran þannig að það er spennandi að vinna með sérfræðingum í að leysa það en það er líka eitthvað sem ég sé fyrir mér í gegnum þau alþjóðlegu tengsl sem ég hef er að geta komið heim með þekkingu við eigum að sækja þekkingu á sviðum þar sem við þurfum á hana að halda og svo eigum við að vera öflugir í því að flytja á þekkingu þar sem við erum sterk og í samhengi við orkumálin að þá eru jarðhiti núna ég var í Kína þar sem er búið að byggja upp hitaveitur í 70 ríkjum ég var í Japan þar sem er verið að horfa á að fjárfesta meira í jarðhita sérstaklega í tengslu við raforkuframleiðslu Evrópu hérna fór í nokkrar ferðir þar í samhengi við alþjóða samstarf og þar er mikil ásókn í okkar þekkingu og það er líka eitthvað sem skiptir máli fyrir forsetaembættið á næstu árum að geta stutt við að við höldum áfram að vera leiðandi á sviði jarðhita. Það er ekki sjálfgefið. Nei. Bara síðan spurningin frá mér í bili varandi orkumál, kannski kemur meira á eftir, veit það ekki. Þurfu ekki að kera Hvammsvirkjun í gang, ASAP? Já, það er, nú verður að tala við starfandi orkumálastjóra. En bara svo kannski fylgst með fréttum, að þá var það þannig að það var veitt leyfi fyrir Hvammsvirkjun, það var vatna áætlun ESB sem að gera það verkum að leyfi var fellt úr gildi hjá úrskurðarnefnd. Síðan fór málið til umhverfisstofnunar, það er búið að vera þar í ár, var að koma niðurstaða úr því, það var verið að kæra það. Þannig að þetta er hérna mál sem er í ferli og oft er umræðan sko snýrum lengd leyfis veitingaferla og annað, en auðvitað skiptir máli í svoleiðis málum. Það er löggjöfin sem að stofnanir vinna eftir og það er vinna með það fjármagn sem þær hafa hverju sinni. Og það er ótrúlega fært fólk sem er að vinna hjá opinberum stofnunum og ég tek hatt minn ofan fyrir hvernig mitt samstarfsfólk sinnir hefur sinnt verkefni sínum að alúð. Já, algjörlega, alveg vera. Það eru Búdvar og kontakt fyrirtækjaráðgjöf sem að færa okkur yfir í umræðu sem ég er mjög spenntur fyrir. Búdvar skál. Já, Búdvar áfengislaus og kat. Ég segi stundum að þetta sé eins og malt og appelsín. The official cat beer. Já, of course, alcohol free. Yeah. Og kontakt fyrirtækjaráðgjöf, kaup, sala og samruni fyrirtækja. Þeir hafa reynsluna, þeir hafa þekkinguna. Það er alveg gæðastimpill hjá okkur að vera komin fyrirtækjaráðgjöf með okkur. Já, og líka kontakt fyrirtækjaráðgjöf. Sko. Þeir eru eiginlega bestir, sko. Já, þeir eru það bara. Þeir eru það. Þannig að, og það er einmitt kontakt og Búdvar sem vilja spyrja út í... Hvað er þeir að leiða okkur í hérna? Sko, þeir eru svolítið búin að velta fyrir sér með Arctic Initiative. Já. Sem starfaði með Norðurskautsráðinu í formennsku til Íslands. Já. Hver var reynsla þín af því? Já, það var kannski dæmi að þegar við erum að tala um að magna upp tækifæri að ég fer út ég sem sagt fer út í Bandaríkjana aftur, ég fór uppála í meistaranám til Bandaríkjana, fer fyrst til Englands, síðan til Bandaríkjana og býr síðan erlendis aftur þegar ég flytt aftur til Bandaríkjana. Þetta er mjög langur inngangur, þetta voru 2 lotur og ég fer sem svona umhverfisfellow og það felur í sér að þú ert að taka meistaragráðu en þú ert að hitta leiðandi aðila öll Bandaríkin sem er að vinna nýrri tækni sem er að vinna að lausnum sem að snúa að orkumálum og umhverfismálum hitta stjórnmálum en alls konar fólk sem að hefur áhrif á þessar ákvarðanir
og sem ég uppgötaði, ég hefði verið að vinna meðal annars hjá Háskólanum í Reykjavík, ég byggði upp þar nám sem að snýra orkumálum og sjálfbærni og við byrjuðum með 4 nemendur, það voru allir bara á plakatinu, þú veist, í öllum auglýsingum og svo stækkaði það og þetta voru ykkur 500 nemendur eða eitthvað svo leistir í hætti en ég tók svo vel eftir því þar hvað var erfitt fyrir okkur að skala hluti til dæmis í rannsóknum eða í þekkingu, alveg eins og ég var að koma inn á með sko fyrirtæki líka nema með því að vera í sterku samstarfi eða samvinnu við þá sem að hafa enn meira bolmagn og það var sýnin með því að stofna Arctic Initiative við Harvard, þetta er íhaldsum stofnun og mikil þekking og tengsl en það hafði ekki verið neitt fókus á norðurslóðamál og norðurslóðamál eru sko, þetta er ekki bara hagsmunamál Íslands þetta eru auðvitað öryggismál þetta er málefni hafsins þetta eru orkumál, þetta eru mannréttindamál allt mál sem að skipta Ísland mjög miklu máli en þetta er líka mál sem að teygja ánga sína inn í samstarfi okkar nágrannaþjóðir því að hin ríkin eru Norrlöndin svo erum við að tala um Kanada og Bandaríkin svo erum við að tala um Rússland sem að þið horfi ofan á sko heiminn eða haldið á hérna netti, maður horfir ofan á heiminn þá sér maður hvað Rússland er risastórt norðurslóðaríki og það sem að maður áttaði sig á var hvað var gríðarlega mikilvægt að efla þekkingu á þessu sviði og Ísland gerir það ekki eitt því að þarna þarf bara mikið bolmagn, besta fólkið ef að við ætlum að tryggja það að okkar hagsmunir verði tryggðir og verði útfærðir með sem bestum hætti. Það er alltaf mjög mikilvægt í breytingum að horfa á það hvernig við viljum að landslagi líti út fram í tíman. En þannig að Arctic Initiative gekk út af það að fá besta fólkið til þess að vinna þessum málum og geta unnið að þeim í samvinnu við okkur og aðra aðila og það var mikil ganga að því við vorum nú að tala um diplómasíu áðan að fá inn fjármagn og fá inn þetta ólíka fagfólk og fá líka íhaldssama stofnun eins og Harvard til að beina sjónum sínum að einhverju nýju og líka setja á fót námskeið og annað sem ég kenni ennþá sem að snýra nýsköpun og lausnum fyrir norðurslóðir. Þannig að stutta svarið sem ég veit að bíða eftir Arctic Initiative við dæmum hvernig við stækkum kökuna fyrir Ísland með því að magna tækifæri og núna er Arctic Initiative að vinna að málaflokkum sem skipta Ísland máli að virkja aðra til að vinna að þeim málaflokkum og ég veit sko fátt betra nú er til dæmis aðili frá Íslandi sem er að vinna núna fyrir Arctic Initiative þannig að þetta er líka svo mikil brú fyrir fólk á að geta verið að sækja þekkingu út og koma með hana heim aftur þannig að þetta er kannski gott dæmi þetta aftur að hvernig maður stækkar kökuna og magnar tækifærin. Já, algjörlega. Aðeins áfram með Arctic Initiative. Já. Fyrst alveg bara mikið hróstegin, þetta er bara geggjað. Þið lögðu sérstaklega áherslu á plastmálin á norðurslóðum. Já. 90% af plastmengun hafsins kemur þó úr 10 ám. Þar að vera 2 í Afríku og 8 í Suðaustur-Asíu. Getum við haft áhrif á plastmengun þar með vinnu Arctic Initiative? Við getum það, þetta var eitt af áherslumálum og aftur bara svo ég tali að þið að tala þáttöku og samstarf. Þannig að Arctic Initiative og Ísland þegar var að leiða Norðurskautsráðið voru að vinna saman með fullt af öðrum aðilum og þannig voru við sterkar í að horfa á lausnir og leiðir. Og það er alveg rétt sem þú segir að sko ég held að sé 85% af plasti sem endar í landfyllingu. En það sem við sáum er að það er þannig að mikið af plasti sem er að koma inn á norðurslóðir og hefur áhrif á fiskin í sjónum hjá okkur til dæmis eru plastagnir sem koma mitt úr sko öðrum heimslutum en berast með djúpsjávarstraumum yfir á okkar svæði og það er mjög erfitt að eiga við það nema í gegnum alþjóðasamvinnu reyna að setja standarda
og hvata til þess að það sé heilt yfir verið að horfa á það að draga á plastmengun og þar eru þetta bara fyrirtæki líka sem skipta máli. Þetta eru umbúðir mikið til sem að lenda í hafinu til dæmis. En þannig að við getum haft áhrif á málaflokkin, Norðurslóðaríkin með því að beita okkur á alþjóðavettvangi en á okkar svæði að þá þetta fyrst og fremst að hreinsu plast og að passa upp á þessi skila hvati til að skila inn netum til dæmis, að þessi ekki vera að klippa netin af. Þannig að það er að gera hvoru tveggja en eins og með öll flókin vandamál þá engin töfralausn. Það er margt sem að koma saman. Algjörlega, vel svara. Það er eitt sem ég langar að hnýta í síðan á hann að því við rétt myndust á Þetta er þinn þáttur og allt það. Ég má bara spyrja það sem ég vil. Þetta er þinn þáttur. Sko, að því við snertum á vindorkunni. Vindorkuframleiðsla, er það eitthvað sem þú ert spennt fyrir? Yay or nay? Já, sko vindorka kemur til með að vera viðbót við þá orku sem við framleiðum á Íslandi. Stóru málin, hvað var það vindorkuna, er svo vinna sem að ráðherra hefur verið með í gangi, er rammin utanum hluti og þá erum við að tala ramma eins og hvar vindorkuver eigi að vera og hvernig ábata er skipt af vindorku. Af því að núna að þá hefur ábati af orkuverkefnum fyrst og fremst komið í gegnum opinbert eignarhald en nú erum við að sjá erlenda fjárfestingu og það skiptir mjög miklu máli að hafa skýra framtíðarsýn því að annars verða svo miklar deilur málin og það er mjög erfitt eins og við sjáum í öðrum auðlindamálum. Það er erfitt að breyta til dæmis gjaldheimtu og öðru eftir á. Miklu betra að klára að setja þessa ramma því að það er líka mikilvægt fyrir fjárfestingu í geirunum að sé ekki alltaf vera að hreyfa við leikreglum. Hafa þessa hluti upp á borði. Já, vel svara. Mér líður þessi í prófi, vel svarað. Ég er betur að taka, ég er illa að svara. Já, ekki nógu gott. Það var ekki alveg gott í næsta spurning. Já, þú var annars eins. Við tölum aðeins jafnrétti. Þú lagt þetta mörgum til að stuðla jafnrétti kynjana í tækni og orkugerðunum. Já. Hvernig sérðu stöðu hvernig í þessum geirum í dag? Já, það er ennþá miklu möguleikar þegar kemur að orkugerðunum og kannski sjávarútvegi líka. Já. Ég er fyrsta konan sem að gegni starfi orkumálastjóra og við erum að sjá fleiri konur koma inn í orkumálin og það er bara eins og í öllu, það er bæði mikilvægt að sé ólík kyn og líka aldur, ég finn það líka. Það er líka skipti máli að hafa ólíkan aldur þegar við erum að tala um fjölbreytni og svo framvegis. En það sem ég hef verið að vinna í jafnréttismálum er verkefni sem heitir Stelpur styðja stelpur eða Project Girls for Girls og það var til þannig að við vorum nokkrar sem að hittumst þegar við vorum úti í Bandaríkjunum og fórum að spegla hlutina, hvernig gengur hjá okkur, hvernig gengur hjá ykkur og svo framvegis. Og þetta var með ríkjum þar sem að aðstæðu kvenna eru oft á tíðum allt aðrar heldur en á Íslandi og hugsunin talandi að magna tækifæri. Hugsunin var svo í staðin fyrir að einn aðili sé að vinna einhverju máli bara út í sínu horni var að tengja þetta saman og vinna saman af því að efla jafnrétti kynjanna og þar til dæmis ég ætla alveg eins og í íþróttum stundum tala að einhversu stórveldi við erum stórveldi þegar kemur að jafnréttismálum og sagan á Íslandi hún er ekkert svo að orðið rosalega mikla breytingar á Íslandi á tiltölulega stuttum tíma. Þetta er bara frá 75-80 þessum hlutinni fara raunverulega að breytast. Og ég finn að við getum miðla miklu þar og að það skiptir máli fyrir ólík ríki og núna við unnum þetta þannig að við fengum ólíka prófessora við Harvard til að vinna með okkur stutt efni samningatækni og þess konar mál sem að geta skipt máli og byggum til svona ákveði mentorship verkefni sem að er núna starfandi í hátt í 3. tug landa og 10 stelpur hafa farið í gegnum það verkefni og það
sýnar okkur hvað hlutinni gerast á miklu stærri skala en maður að vinna þá saman. Á Íslandi þetta nokkur 100 stelpur sem hafa farið, vorum til dæmis með prófessor frá Harvard í vinnustofu sem snýra samningatækni. Þannig að allt hjálpast þetta að. En ég held aftur að það sé mikilvægt fyrir okkur að halda áfram að vinna að jöfnum tækifærum heilt yfir og ég held að það sé bara svo mikið að gerast núna. Ég veit ekki hvernig þetta horfir við ykkur en mér finnst einhvern veginn svo eðlilegt bara þessi máli sem er fæðingarólof og og bara það skiptir svo miklu máli líka fyrir unga menn að það sé viðurkennt að þú getur farið í fæðingarólof sérstaklega barninuðinu. Þannig að mér finnst bara samfélagið hér á landi við erum einhvern veginn miklu meira saman í þessu og ég held að þetta sé tímaspursmál með orkugeirann og sjávarútveginn þó við þurfum að halda áfram að vinna að þessu eins og öllu öðru. Já. En ég held að séu líka að koma inn en aðrar áskorunir sem að þurfi að hafa hugað og það eru málefni líka eins og bara einangrun. Ég var að lesa tölur ég held að meðalnotkun fyrir framan skjá í Bandaríkjunum séu 9 tímar á dag og þá er tekin með einhver vinna við á daginn og svo framvegs. Já. Þetta er auðvitað langur tími og ég held að það verði líka eitt af málunum sem ég langar til að vinna að því sem forseti að aftur að þessari þáttöku og samvinnu að einangrun og einmannleiki og vanlíðan tengdum of mikilli notkun samfélagsmiðla eða óraunhæfum væntingum fólks til hversdagsins sem er svo dásamlegur þegar eins ófullkomin hún er oft. Ertu að tala 9 tíma fyrir framan síman? Já, eða í bara raftækjum, þú veist, skjánótkun annar með minn, þetta hafi verið 9 til 12 tímar, ég þannig að bara fletta það er náttúrulega ekki mikið og tegur kannski vinnuna með. Nei. 12 tímar finnst mér alveg sletti samt, af 16. Nei, ok, en ef maður er í 8 tíma vinnudegi, skilur við, þá er maður náttúrulega við töluna, en ef þetta er bara við síman, þetta var samfélagsmiðla, ef ég mani þetta rétt. Já, það er náttúrulega galið, án ábyrgðar. Já, stjörnumert, en ég held þetta sé bara nokkuð nærri lagi hjá henni, sko. Já, þetta er auðvitað gífurlegt vandamál. Já. Ekki spurning, sko. En já, sko, eitt í þessu talandum bara kynin og mun milli þeirra, náttúrulega eitt sem er langar að við þig, verandi háskólagengin og hafa verið aðjungt við Harvard sem er náttúrulega ekkert smá. Ágætt skóli. Já, ágætt skóli. Sko, strákar virðast vera aðeins að heldast úr lestinni þegar kemur að háskólanámi. Hversu mikilvægt er háskólanám fyrir ungt fólk? Er þetta eitthvað sem allir er að fara í? Eigum við að vera passa líka að fólk sé að fara í iðnnám, vantar þar og hvað get, ég veit, þetta er ekki beint tengt forseta fram. Þetta er samt svona hlutur til að lyfta upp og tala um. Hvað getum við gert þarna til þess að styðja við unga fólki okkar og hvetja til dáða og segja sér menntun? Ég held, sko, fyrst og fremst í samhengi við forsetaembættið og þessi mál aftur, þetta er embætti sem hefur sterkar rödd og getur talað fyrir ólíkum málaflokkum og lyft þeim upp og fengið okkur til að vilja vinna saman að þeim. Í þessum dæmum sem þú ert að taka, þá held ég kannski að það sé, hvernig getur orðað það? Ég held að sé þörf á því að við áttum okkur á því að samfélagið snýst ekki að allir fari í háskólana. Ég er sjálf afi minn og afi voru bændur, afi minn var kennari en hann var aðalega smiður. Fegurð samfélagsins er í fjölbreytni og við þurfum á alls konar hlutverkum að halda og það að allir eigi að fara í 3 ára BA-próf og svo 2 ára master og það sé einhver leið að hamingju eða einhverjum lífsgæðum. Ég segi bara vinnum með styrkleika hvers og eins og þeir eru fjölbreyttir og hvetjum fólk til að vinna að því sem að fólki langar til. Hver eru sviðin sem þú vilt leggja þetta mörkum? Á hverju eru áhuga? Hvar hefur hæfileika?
og horfum á stuðning við fólk í samhengi við að það sé að ná árangri á þeim sviðum og að ekkert sé betra en annað. Það snýst bara það að þannig geta allir verið að leggja sitt að mörkum. Þannig að ég held að það sé miklu eðlilegri og heilbrigðari nálgun og ég ætla líka að segja að í samhengi við menntun, að því að þú veist að nefna kennslun úti, þar höfum við til dæmis verið að breyta tölvöld mikið af mentorum sem kemur inn í námskeið sem ég er að kenna. Ég hef verið að live streama frá jöklum og taka upp myndbandsefni og gera alls konar öðruvísi hluti og ég held að framtíðin sé líka þannig að það verða miklu meiri áhersla mörgu leiti á hæfni og þú ert kannski bara að vinna með ákveðna hæfni þannig að við munum líka koma til með að sjá breytingar á menntamódulum í framtíðinni þannig að punkturinn sá háskólanám er frábær leið og margt að læra þar en samfélag okkar er fullt af ólíkum leiðum og persónulega held ég líka að listsköpun og sókn í hugviti og tækni muni koma til með að vera gríðarlega mikilvægt og ég segi ég var mikið í listgreinum þegar ég var í mentó og svona á háskólaárunum ég var eitthvað sem hefur nýst mér gríðarlega vel bara í að leysa vandamál þá er það að hafa verið í kannski skapandi greinum áður ég segi höldum líka í það að fólk geti verið að sinna áhugamálum þessi fjölhæfni það er líka kraftur sem að skiptir máli fyrir samfélagið okkar og styrkur minni þjóða þar sem allir verða að geta gengið í ólík hlutverk og verið fjölhæfir ég held að það sé eiginleiki sem við eigum að halda í og ég ætla bara kannski að segja líka áhugamál af því að þú veist nú að tala að nefna þess að Fossavaðsgöngu ansi oft Já, ekki segja leið En ég segi bara ég hef verið að vinna með ég er að læra harmoniku, ég læra áður á píanó og það er bara hvíld í að gera ólíka hluti og þá ertu að rækta eitthvað annars, að rækta félagshæfni eða eitthvað aðra þætti. Þannig að ég líka segi við ungt fólk og bara alla það að vera í ólíkum þáttum. Það virðist kannski taka frá því tíma og þú þarft ekki að æfa það á harmonikuna 200 tíma á dag, bara spilar eitt lag á og til og það gefur þér orku inn í eitthvað annað, alveg eins og það að fara í ræktina eða fara á æfingu eða eitthvað í hitta vini eða vinkonur í íþróttum, þú veist, það gefur þau kannski orku inn í þetta podcast eða gefur ykkur, þú veist, þannig að allt spilar þetta saman. Já, algjörlega. Ég held líka bara að þegar þú tala unga stráka, ég hef aldrei heyrt neitt segja, ég dauðsi eftir að skrá mig í háskóla. Það er engin sem að segja, ég hefði ekki átt að klára þess að gráðu, þú veist, það gefur bara meiri valmöguleika, þannig að þú getur aldrei tapað á því. Þú tapar aldrei á neinni menntun og þekkingu og hæfni svo aflar þér og heldur ekki reynslu sem er skiptir líka máli að vera duglug við að prófa ólíka hluti vera óhrædd við að taka menn að þið eru með þetta podcast hér það er eitthvað, gefur ykkur ólíka tengslanet og færni heldur en að þið væri bara í verkfræðinni. Já, einmitt. Þannig að ég held að þetta sé alveg ótrúlega mikilvægt og varandi unga drengi það gengur ekki að hafa háskólanám þannig að það séu bara konur í því. Það þýðir bara að samfélagið þróast með þeim hætti að það verður eitthvað ójafnvægi síðar. Þannig að jafnvægi og jafnrétti á ólíka vegu að skipti máli fyrir heilbrigði samfélagsins okkar til lengri tíma. Þannig að við þurfum alltaf að vera að hugsa um þessa hluti og ekki láta neina hópa einhvern veginn dragast aftur úr sama hvort við erum að horfa á drengi eða fólk sem að kemur annars stað frá það sama hvernig það er. Halda okkur saman. Við erum sterkari þannig. Klárt. Ekki spurning. Ég var búin að lofa mig fyrir þátt að stelast ekki döðlunar á meðan þætti stæði. En þú gast ekki annað. Ég stóðst ekki móti, ég viðurkenna. Við vorum nú að reynda að reyfa þetta aðeins fyrir þátt. En sástu hvað
þegar alla labbaði inn, hún horfði ekki á þig eða mig, hún horfði á döðlupókan. Já. Þetta er náttúrulega sérstakt uppáhald hérna. Það er bara þannig. Dave and Jones, Dave Jones, það eru svakalar. Leni Tryggs í svefnherberginu, segja sumir. Aðri segja stútvöldar í átni, vítamín og steinunum. Já, það fer eftir hvernig þú spyrir. Það fer eftir hvernig þú spyrir. Sko, svo eru náttúrulega þetta með okkar mönnum í Rím og Hljóðvegs sem eru hljóðfæri verslun, tækja leiga og sjá sviðsendingar á hinnum ýmsu verkefnum. Ég keypti gítarinn minn forláta þar, ég hann og sína þér hann grip. Tókst hann á Ísafirði? Ég tók hann reyndar ekki á Ísafjörð. Í göngunni? Já, það var síminn og gítarinn, það var bara nöðsynlega svolítið. Í góðu aðstæðan. Ég vil leiði verið til að lappa leiður og gítarinn og glæfuna döðna. Það var ekki alveg staðan. Látum okkur sjá. Skjalinu, 23 hérna. Þið náttúrulega hafið ekkert spurt út í fótboltaferðin. Ég er náttúrulega bara að býta Býtur bara Fylkist legend. Já. Sjá, en við rættum aðeins líka rafbílavæðinguna sem partur af orkuskiptunum og Bitmen, þeir eru auðvitað að gera sitt í orkuskiptunum, Build Your Dreams rafbílarnir, hvetjum alla til þess að kíkja í skeifuna til þeirra, þeir eru auðvitað með umboð besta stað og tja, að mínu viti bestu bílana einnig, en dæmi nú hver fyrir sig og svo eru Ellingsen, Vilsælu Global hlaupahjól, frábær sumugjöf eins og Jón Gnarr sagði, þeir vera allt fyrir alla að gera. Já, það kom mér líka óvart sko þegar mér har sagt að þetta væri á bilinu 9 til 15.000. Ódýrt, góð sumagjöf. Flott sumagjöf. Fóreldrar úti, hlusta. Já. Minn er nú aðeins ungur ennþá fyrir þetta, hann er 6 vikna. Hann er 6 vikna. Hann verð ekki hlaupa hjól. Ungur. Lærða hjóla. Ég sjá hann að hlaupa hjól fyrir nafnavísluna. Jæja, það var að bíða. Sko, við fengum auðvitað mikið af rittarspurningum aðsendum. Já. Og hérna maður spyr hann einu fyrir rittarspurningu. Gjörðu svo vel. Já. Sko við ætlum ekkert að ræða mótframbjóðandurina hér, þeir eru allir flottir og þú ert flott. Mér langar samt að spyrja bara að því að það er mikið verið að tala um þetta. Finnst þér að einhverju leyti skrítið að sitja til forsætisráðherra að bjóða sig fram til forseta? Ég horfi aftur eins og ég sagði við ykkur áðan. Ég horfi dálítið á þetta þannig að auðvitað kemur hver með sitt og hver með sína sögu. Mér finnst mikilvægt að þetta embætti sé ekki flokkspólitískt af því að það getur reynt á það með ólíka vegu og það má kannski segja að það sem aðgreinir mig frá þeim svona toppkandidatum núna er að ég hef aldrei starfað í pólitík og hef ekki kem ekki þaðan en kem að því að leysa mál og samfélagsmál, flókin samfélagsmál á aðra vegu og kannski það að ég búið lengi erlendis og ég held að það skiptir líka máli fyrir okkur og tækifærin er að skilja hvernig hlutinni virkað á því að hafa búið erlendis í Bandaríkjunum, svo hefur við verið í Frakklandi og Bretlandi og Vestur Afríku aðeins þannig og Brussel, það sem ég var í menningunni, ég veit nú ekki hvort við fjöllum aðeins eitthvað um það en það er kannski það veganasti sem að ég kem með að þessu borði sem er kannski ólíkt hinum frambjóðandunum. Já, kannski að því að við höfum leyft líka bara forsetaframbjóðandum að svara fyrir einhver orðrómar sem er í gangi. Það er einhver orðrómur og þetta var í eiginu helgina held ég sé ekki að ljúga. Það sem kom fram að þarna forsetaframbjóðið þitt væri raun og veru bara uppbytun fyrir alþingiskosningarnar haustið 25 að þú væri að fara fram fyrir Samfylkinguna og þetta væri bara kynning á þér. Hvernig svarar þau fyrir þetta? Rosalega metnaðfull kynning. Já, mjög. Geggjur kynning. Bara ég er að bjóða mig fram að heilindum með alla mína orku og alla mína alúð í embætti forseta Íslands. Það er þar sem að ég held að ég geti gert mikið gagn fyrir þjóðina. Ég geti gert mikið gagn inn á við fyrir samfélagið okkar og ég geti tekið þátt í að magna tækifærin út á við og það er það embætti sem að ég er að segjast eftir að leiða fyrir þjóðina og ég held ég geti gert vel fyrir þjóðina og með langar til að sinna af fullum heilindum og það er það sem að ég er að vinna þessa dagana og það er samtalið sem ég á núna er þessi sýn sem ég held að geti skipt miklu máli fyrir það hvernig við þróumst
og ég ætla bara að segja ykkur að því ég á sennilega að fara að kaupa þetta hlaupahjól því að ég er með eina 4 ára og eina 11 ára og mér finnst, sko, ég kem úr venjulegu umhverfi, ég er árbængur og var í sveit og kem ekki á neinum efnum, bara góðu heimili og svo framvegis og mér finnst mikilvægt að mínar stelpur eigi Ísland að með sama hætti og ég átt að og það bara þýðir einfallega það að það skipta ekki máli heldur í framtíðinni sko, hvort þú sért Jón eða séra Jón eða hérna þessir þættir að bara að samfélagið okkar ítu undir að allir geti blómstrað og fengi sín tækifæri og það þess vegna ef ég hugsa sko núna tíminn til að hafa áhrif á þá kynslóð hann ekki eftir 10 ár stundum fæ ég þá spurningu, okkur byrður ekki fram eftir 10 ár tíminn til að hafa áhrif á þessi mál líka fyrir 6 vegna ungan þinn hann núna það sem gerist núna á næsta áratug breytingar eftir að verða svo hraðar að við eigum ekki að leyfa okkur að staldra við og hugsa of mikið núna þurfum við að setja fókusinn á þessa þáttöku og samstöðu og núna þurfum við að vera að halda í leikgleði og byggja upp samkennd fyrir framtíðina og mig langar að þessir grísir munu horfa á okkur og vera stolt af okkur og núna líka orkan til þess maður hefur atorku og starfsgetu og tengslana til að geta lagt sitt allra mesta og besta að mörkum og það það sem að drífa mig áfram einstaka orðrómar í einhverjum blöðum það bara svo nóg að fólk þarf alltaf að tala eitthvað en þetta ástæðan fyrir að ég býð mig fram í þetta embætti og ég geri það ekki af neinni léttúð og minnst að enginn eigi að taka svona skref ef hann ætla sér eitthvað annað þú ert að taka þetta skref að því þú ert búin að skuldbinda þig til að vinna fyrir samfélagið og þú ætlar að gera það af einurð og þú ætlar að gera það af heilindum. Það ekki heilindi að vera að horfa á þetta sem einhvern pall í eitthvað annað. Það ekki svo framtíð sem ég hef. Nei. Nú ætla ég að segja í alvörunni vel svarað. Já, en líka bara, sko, við þetta alltaf... Það samt alveg gaman að ræða eitthvað kaffistóðnir að tala skilja. Já, þú pælir líka í áðurum ferið frambúð bara, já, ok, nú verður allt grafið upp, nú koma beinagrundar, sko, ef þetta eru beinagrundar, þá þetta sennilega einhver toppmanneskja, sko. Já, má ég taka eina beinagrund viðbót eða? Já, þetta minn þáttur. Hei, Birgir. Sko, það var ein beinagrindi viðbót og það náttúrulega bara Hallarhundi með glæsilega ferilskrá. Þú mátt setja gæsalappir utanum beinagrindir. Já, alltaf bara glæsileg. Mjög spennt. Glæsilegu frambjóðandi. Þegar maður googlaði, það bara hægt að finna eitthvað jákvætt þig. Það var ein frétt sem ég fann sem var að ferðakostnaðurinn væri svo hár út af, þú veist, að ferða svo mikið í þessu embætti og sem orkumálastjóri. Og bara takk fyrir að spyrja þessu. Já. Ekki bara fínt að tala þetta, hvernig vilt svara fyrir þetta? Já, bara þetta ótrúlega takk fyrir að draga þetta fram af því að eftir að ég tek við sem orkumálastjóri að þá horfi ég sérstaklega á ferðalög og hvað þau þýða í samhengi við loftslagsmál og samhengi við kostnað og annað og ég dreg úr ferðum orkumálastjóra embættisins 60% með við forvera minn í starfi. Já, takk. Bara til að halda því til haga, en takk fyrir að leyfa mér að koma að þessu máli. Já. Svarað. Mjög góð. Sko, þá erum við bara komin að reyndarspurningunum. Já. Það eru hlustendur sem að spyrja. Það eru hlustendur. Líf og fjör. Já. Þetta rétt að byrja. Já. Það nóg eftir. Þetta búið að vera svo stuttu vinnudagur hjá henni. Sko. Þetta í alvörunni farið að vera chess after dark. Já. Sko, það Sigurbjörn Björnsson, hann ríður á vaði og spyr með einhverjum heldur á Íslandsmótinu í skák. Vá, þessi góð maður. Það Hjörvar Geitin? Ég á Íslandsmótinu. Hann var þá ekki senst lengur, sko. Já. Ég ætla að segja bara, eins og góðan forseta sagði mér, að ég held með bara öllum, en ég held með einu liði sérstaklega, sem að ég veit að þið hafi stutt. Laufásborg. Já, það Ómar Salama. Ríkalar flott starfi í gangi þar, sko. Já, og auðvitað bara í heilt yfir, margt að gerast í þessu, þó ég geti bara viðurkennt að fúslega
maðurinn minn í skákdeildinni, við skiptum þessu bróðulega á milli okkar. Ég, svona, maður auðvitað þekkir einvið mikla og svona kannski fylgst meira með því út af áhuga á alþjóðamálum, Rússland, Bandaríkin og svo framvegis. Þannig ég myndi segja ég sé að fylgjast með skákinni á því leveli og síðan á Laufásborg-levelinni. Og svo styði alla hina jafnt. Talað að ungi strákar líka að fara í háskóla, allir ungi krakkar að fara í skák. Allir krakkar. Ég nefnilega sammála ykkur. Ég finn það, þessi 4 ára stelpa sig á. Hún ætlar að vera starffræðikennari. Hún hlýtur að vera, það ekki eitthvað skáktengt? Hvernig er það alveg það geggjað? Þær eru eins og svart, önnur sko kafi í leiklist og þessum í söng og þess áttar. Hinn bara geðu mig dæmi til að reikna. Ég ætla að vera starffræðikennari 4 ára. Það er líka drama í skákheiminu núna, það er skemmtilegt. Ég var búin að heyra það og það voru einhverja, drásug keppni sem hefur áhrif á vinning, þetta er stóra fréttir. Þetta er vendingar, það er alltaf gaman. Það er drama í skákinni, sko. Við fögnum því, bara fögnum allir umfjöllum. Tökum því sem við fáum. Það er svolítið staðan. Sko, við langar að taka þessi er aðsend, hún er enda bara frá sjálfum mér, sko. Aðsend frá því. Já, ég fekk að senda þessi. Best að senda það. Já, ég var að berast. Sko, að þú talar kórstarfið og svo myndistu á harmonikun og píanóið. Syngur eitthvað? Ertu þessu líka, ég var í kór. En ég myndi segja að sönghæfileikarnir liggja hjá manni og dóttur. Hún er sérstaklega í þeirri deild. En bara varðandi menningarstarf og bara listsköpun og þáttöku í slíku, að þá ég bý ennþá að því að hafa verið mikið í alls konar leiklist, að vinna stuttmynd. Eftir menntaskóla vorum við að gera mynd, það eru mjög margir frægir úr þeirri mynd. Við gerum grín að því að þetta hafi verið mikill stökkpallur fyrir fólkinu lífi. Það var alls ekki, en bara skemmtilegt verkefni. En það er líka, bara ég tók eftir því að sko, þau tengsl og svona vinátta sem verður líka til í gegnum alls konar svona verkefni, hún endist og gefur og mér fannst eiginlega að því vorum að tala Arctic Initiative áðan, að besta dæmið hvað sko lífi getur komið manna óvart er að ég fer á þetta trúðanámskeið sem við höfum aðeins verið rætt í fjölmiðlum þegar ég er eitthvað 20 eða eitthvað og ég vissi þetta ekki. Trúðanámskeið, það eru fleiri beinagrundir í skápnum. En alltaf ég fer á það og og þetta er sem sagt samvinna. Ég sæki upp starf hjá Ungmennafélag Íslands til að vinna með skóla og fæ algjörlega þvert nei. En ég býðst að vinna þessu verkefni sem að snerist það að fara til Grænlands með Færeyingum og Íslendingum og vinna að því að efla samstarf þjóðana í gegnum götuleikus eða sem að var trúðanámskeið basically. Og ég segi það sko, þú ert búin að vera trúður með einhverjum á Grænlandi í viku. Það er ekkert sem að rífur þau töng. Ég trúi því. og trúðar að lífu. Já, og sko ef að það hefði einhver verið að meta áhrif þess námskeiðs á sínum tíma, fólk hefði kannski metið það á ólíka vegu, en síðar miklu seinna þegar ég er að stofna Arctic Initiative, að þá er ég að vinna mikið með Grænlandi. Ég veit að unni mikið með þessum norðurslóðaríkjum, Bandaríkjunum, Rússlandi og Norðurlöndunum og Grænlandi, og þar er ein kona sem reynist mér mjög vel og hún er menntamálaráðari tíma Grænlands, en það sem að fáir vissu var að hún var líka trúður á þessu trúðanámskeið og himmi í venjulegu fólki, hann var líka á þessu trúðanámskeið. Þetta hefur greinlega verið mikill stökkpallur. Ég ætla að segja, hættum að tala háskólanám og höfum að tala trúðanámskeið. Ég held, en aftur bara, þú veist, það verða til tengsl í gegnum svona starf, alveg svo þið eru alveg bara límdir saman í gegnum þessa samvinnu, verða til eitthvað svona önnur tengsl. Og ég held að þú varst að minnast á kórastarf og við vorum að tala það í samhengi þessa þétta raðirnar áðan, að það er bara
fólk horfir öðruvísi á hvort annað og það oft svo hollt, sérstaklega núna þegar fólk að takast á alls konar málefni. Það var bara gott að þú veist, vinna því að búa til eitthvað lag eða vera í hljómsveit fyrir einhverja ársatíð eða fara og spila eitthvað fótboltaleik eða sama hvað það það þéttir raðirnar á ólíka vegu og ég held líka að það gagnist eins og með allt listnám og all sköpun, hún kemur með okkur inn í hvað sem það ákveðin þjálfun sem að hjálpar okkur í kannski störfum sem við höldum að krefist engar sköpunar. Þannig að punkturinn kannski sá að það skiptir gríðarlega miklu máli og svo annað að þá maður að taka þátt í fleiri hlutum og þá verða til þessi fræ sem að síðan sprett upp seinna og nú verði ég að nýta við þetta og segja það líka hluti af þessari sýn að vera að vinna að þáttöku og samvinnu fyrir framtíðina, vera að vinna saman að því að sá öllum þessum fræjum í gegnum skemmtileg verkefni. Það enginn að tala að hafa það neitt leiðilegt, bara að vinna saman og halda í gleðina því að þá verðum við líka sterkari. Þegar á móti blæs, þá bara þekkjumst við vel, getum high-fivað hvort annað og unnið saman að stórum áskorunum. Já. Mér finnst þessi rauði samheldnisstráður sem við erum búin að vefa hérna í þættum í kvöld. Úr að þema kvöldsins. Gríðarlega fallegur. Já, sammála þeim. Og ég hveti ykkur til að rýna í hann gaumgæfilega. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Sko, svo það samt alltaf okkar menn í Subway. Við eigum eftir að ræða Subway og búluna. Við erum ekki komin á það ennþá. Herri, ég fekk með búlun hátinn í dag. Gerðum það, já? Ég fekk með 2-falda kóng með bacon og bernes. Sæll. Já, ég líka ennþá sattur, sko. Já, það var alveg mjög. Klukkan 10 núna, sko. Ertu búlukona? Ég sko, ég myndi eiginlega freka segja að ég fengi mig bræðing. Já, þú ert Subway-kona. Ég minnst bara bæði betra, sko. Já, sko. En það gott að fá sér bræðing svona á til. Já, hann eðlilega. Já, hann alltaf góður, sko. Hann líka með aðeins betra saminskunni þar. Og hvað færðu þér á salatinu? Að því ferska? Ég veistu bara eiginlega allt. Alltaf ferska? Og jalapeno. Mín kona. Og fullt af ólífum. Wow. Alls konar. Já, eins og mælt úr mínu munni, sammálaðir. Sko, getum við fengið ferðasögu frá Rocklaf, spyrja búlumenn? Ferðasögu frá Rocklaf í Pólandi? Já, það einhver undirspurning hann líka. Já, þess að hvað baðstu landsins njallast að gosa að kaupa fyrir í vallarsjoppunni þegar þjóðsöngurinn byrjaði og rauk svo út í stúku eftir hægustu röðsögunar? Spyr Baldvin Már Borgarsson. Já, í Pólandi? Já, í Rocklaf. Hvað ég keypti mér? Já, ég keypti mér pop og kók. Það var ekki flóknar það. Ég meiri segja, sko, keypti það ekki heldur, það var félagar á leiknum keypti það fyrir mig, af því að ég vildi ekki missa af. Þetta var svo æsi spennandi. Já. Akkurat, nú ég að vakna til lífsins, það búið svo langur dagur. Ég var aðeins að spóla tilbaka. En þetta var pop og kók. Það var pop og kók? Já. Er Hallafstuðnismæður Fylkis og ef já, munum við verða Íslandsmeistarar, spyr Sævar Þór? Já, alltaf bjartsýn. Alltaf mjög bjartsýn. Okay. En ég einhvern veginn, að því að bróður hans pappa fyrirlið Fylkis, það fór maður alltaf leikina og Fylki hefur ekkert alltaf gengið vel. Hver bróðir pappa eins? Þetta Valur Ragnarsson. Já, kóngurinn. Þetta þekkir hann? Nei. En allavega þannig að ég fór rosalega mikið á Fylkisleiki og liðið, ég hefur gengið í gegnum ýmislegt, getur sagt ykkur. Ég hef alltaf fulla trú á Fylki. Ég hef það. Ég er núna í bara nálægt Víkingsheimilinu. Já. Og þeir byrjuðu nú bara að vinna eftir ég flutti í hverfi. Þannig að ég hef líka trú á að það gerist góður hlutir þar. Hvað get ég sagt? Varandi Fylki náttúrulega lagði allt í mig. Fylkislega tjent. Já, reyndi að þjálfa mig upp í fótbolta, það gekk mjög illa. En ég var svo mikið í hestunum og dansi í staðinn. Þannig að ég kom bara að styðja á leikjum. Sko. Já, einmitt. Og það vanmetið ofta að vera góð stuðningsmaður. Já, ég er mjög öflug stuðningsmaður. Tóltimaður? Ég var betri í öðrum íþróttum. Já, algjörlega. Árbæðahverfis.
Lengjan, okkar menn, minn allavega að tippa. Þeir spyrja hver þinn uppáhalds gangur í hestamennskunni? Tölt. Það töltið. Já, Það já. er tölti. Já. Það ekki skeiðið. Já, ég kann vel að þetta skeiði líka en tölt. Já, gott tölt. Að svífa yfir Já. landið á Það góðu er tölti. ekkert betra. Það er ekkert betri. Það er nú bara þannig, sko. Nei, allavega ekki sem þetta er í huga allavega. Nei, Er Foss á síðu fallegasti staðar á Íslandi? heyrðu, nei, það er bærin á undan Hörgslandsgöta síðu. Það er svo. Við skulum ekki. En auðvitað búum við á Perlu. Bara Já. landið okkar, heilt yfir. Sannarlega. Hvernig kemur hesti á tölt? Maður þarf að tósi tauminn og svona stilla hann aðeins af og kannski nota aðeins fæturnar sumuleiðis Já. til að hvetja hann áfram. Þú svona reysir hann aðeins upp. Já, setur maður þungan aftur í nakkin? Já, svona sest vel í nakkin og já, akkurat. Ertu hestamaður Birkir eða? Ég veit hvað er að tala sko, en Já. já, þetta er ekki kannski sérstaklega reiðþátt. Já, einn Maður þarf daginn. náttúrulega að vera með hesta á bestastöðum. Já, Það er, Er það ekki? jú, hluta menningunni, sögunni, Selja framtíðinni. hana bíl, farið bitbíl, mögulega bitbíl, Já. við erum bara með hest. Hesti nummer 1. Akkurat. Vá, það verður geðveikt. Bónusmenn. Ég fór í bónus á þann í kvöldmaðin. Ég græði það þannig. Það var taco í kvöld og græði það bara. Sko, svo fór ég reynda líka í harðfiskinn. Af því að, sko, maður verður harðfiskur er ekki ódýr, en ég er núna að reyna að velja ábyrgt og vel og íslenskt. Já. Og þá er fínt að gera. Íslenskt já takk, Íslenskt já, eins takk. og þú segir oft. Þetta er náttúrulega frábær matur, harðfiskur. Já, hann er það. Já. En hann er ekki ódýr. Nei, nei. Og þá skiptir máli að finna góða staði sem að hann er samt á besta verðinu. Hann er líka, harðfiskur er ekki eins og sponsaðan þátt, en þetta er líka svo, þetta er svo gott líka, eins og í gær, það var í songur því ég borða bara eins og dag, borðaði í hádeginu, svo bara á ég fá mig snakka eða namið eitthvað. Nei, ég fæ mér bara harðfisk og það með er alveg miklu gott. smjöri, sko. með Já. Þá nefnilega verður maður alveg Það er alveg sattur. Já, Þetta er alveg, meinholt. Smá leynitryggs. já, Sko, setja harðfiskinn í fristi. já. Að molnar hann ekki jafn mikið. Já, Og gefur Já. svo líka skemmtilegt Ok. skemmtileg nýjum breytta på nýjum. Steinbítur líka. Sammála. Það er náttúrulega, Sammála. Herri, við þurfum að heyra ykkur harðfiskfyrirtæki. Það er bónus, þeir selja harðfisk. Já. Er sko, bónusmenn spyrja, hver er mesta góðsögnin í sögu Fylkis? ég verð að segja Valur Ragnarsson. Hvert er þitt lið í enska? Liverpool. Já. Já, þau voru að tapa í kvöld, Það, þetta er Everton. bílaborgarslag. Erfiðu dagur. Já, erfið dagur og langu dagur. Látum okkur sjá, er ég að skauti yfir einhverjar Ég veit það ekki. góðar hérna? Mér finnst það ekkert ólíklegt sko. Það getur vel verið. Já. Jú, hérna er einn frábær til dæmis. Hvað fær Halla sér á skalla? Já, Fylkis legend? akkurat. Mikið hefur mann að borða þar í gegnum tíðina. Hvað, sko, fjölskyldutilboðið. Alltaf Já. klassíst, Mm. hamborgarnir. Já, ég held það. Eða samlokan er líka mjög góð sem er með hérna svona salati og sósu og franskar með. Ok. Þetta er náttúrulega alveg skotelt plan ef maður er hlíti. Bræðingur og skalla. I like it, já. Svo er náttúrulega bara salat þess að milli. Já. En skalli er náttúrulega, sko, hver elskar ekki hverfis sjoppunar? Já. Sammála Það því, var það er á náttúrulega- undanhaldi. Einmitt. Og munið eftir vídeolegunum, Já. Já, fara að velja sér mynd. bland í Ein póka gömul, kannski. Já. ein ný. Já, úff. Akkurat. Þetta Það var var allt þetta miklu menning. betra í gamla þetta. Ég veit það nú ekki en það var öðru vísi. Munið þegar maður sko horfði á myndu, hún var léleg og maður horfði samt á hana. Það er eitthvað svona rómatik. Já, maður bara leiði hana. Já. Maður var ekki að kíkja í síman. Nei. Núna Nei. bara, meira sér þetta sé frábæð mynd, þá er ég reglulega bara ding, Já, Já. ó, farið, ég veit bara það. farið. Já, ég hef reyndar ekki sagt ykkur, hafið þið kynnt ykkur símaklega og Nei, barnaheill. segðu okkur frá því. Nei, Já, hvað nú með það? þurfum þið að fara inn á barnaheill.is Ok. og kaupa ykkur símaklega. Það var svona lýðhelsu. Sniðugt. Já. Hvernig er það? Skemmtileg nýsköpun. Alltaf, þið eruð að plugga vörum. Allur ákvöðu fer til barnaheilla. Það er nú skárlega, já. Já, en þetta er sem sagt verkefni sem að Arna sem er með mér í Harmoniku dútnum, við fórum í útilegu norður og komum að því að það var hópur af krökkum sem hefði verið út að leika og voru komin inn í fortjald og það var enginn að tala saman, voru bara allir í símanum Já, í útilegu, íslensk Einmitt. sumarnótt, nákvæmlega. kjör aðstæður til að vera eitthvað Í neginn símanum.
í símanum Kjör aðstæða fyrir síman vissulega, en það var til þess að við unnum þetta verkefni símaklefin, þróum þessa vöru sem að símaklefin sem bara í raun og veru svo vegghylla eða box til þess að fjölskyldur geti meðvitað lagt frá sín síman bara yfir matmálstíma eða kannski þegar þú ert með spilakvöld eða bara þú ert að horfa á bíómynd ég veit alveg sko þetta ekki síst við sem eldri erum ef við hugsaum Við erum ekkert skárri sko Nei, það nefnilega þannig en þetta snýst líkum þetta svona leið til þess að leggja frá sér síman til að bara vera fyrirmynd segja, heyrðu, nú ætlum við bara að spila eitthvað spil og við erum bara með hvort öðru, alveg svo við erum saman hér í þessum þætti ég var eitthvað að skrolla með það væri ekki Ég var að hugsa þetta, sorry, við erum komin á dýftina, það alltaf lagi. Ég var eitthvað í símanum að senda á leifa á hana eitthvað og litli strákur minn var eitthvað að horfa á mig og hlæja mér, ég er í fokk í símanum. Eða skilur mig, þú veist það bara, þetta er galið sko, hvað þetta er orðið, maður er orðið mikill þræll sko. Já, hvað maður gleymir og hvað maður gerir þetta ómeðvitað sko. En þú ert semst eina af forspökkunum á bakvið símaklefann. Já, við Arna erum á bakvið símaklefann og fórum í samstarf með Barnaheill, af því að þeir hafa verið með þessa frábæru áskoranir fyrir fjölskyldur, verið með meðvitu símafrí og unnum með símanum sömuleiðis, þannig að ágóðan geti allir farið til allt verðið fer til Barnaheilla. Ég sá fréttum þetta og mér fannst þetta svo cool, sko bara að það var tekið dæmi mitt að fjölskyldan fara að spila og það væri bara klefinlegaður á borðið og allir síma fara í og kannski fyrstum sinn myndu krakkarnir grænja og tengja þetta við gera slæma tilfinningalega tengingu við þetta en síðan sko er alveg 100% að í svona þriðaskipti það verður bara yes þetta er mjög sniðugt fyrir bara og þetta er líka áþreifanlegra heldur en bara já allir síma til hliðar þannig ertu bara komið með skilgreinda kassa þetta er bara sniðugt takk fyrir það þetta er mjög flott en þetta er auðvitað hluti líka það er svo mörg svona alls konar lýðheilsu verkefni í gangi og ég held að í samhengi við forsetaembætti að þá er þetta að draga líka þræði þarna saman og lyfta hlutum upp. Þú veist, hvernig getum við meðvitað sem samfélag heilt yfir. Meina, þetta hefur auðvitað verið rosalega mikið í umræðinu í skólum og þú veist að tala um sko stráka í samhengi við háskólana. Við erum líka að segja áskoranir í samhengi við lestur barna. Það er eitthvað sem að skipti máli að lyfta upp að börn verði læs. Þetta eru svona einfaldir hlutir sem að skipta ótrúlega miklu máli. Þannig að það er líka hægt að nota embætti til að lyfta upp ólíkum áskorunum og fá okkur til að vinna saman að því að leysa þær. Og það eins og þetta litla verkefni, það getur verið alveg ótrúlega gaman. Það sé líka, það er gaman að vera vinna í alls konar verkefnum, sama hvort að maður hefur lítinn tíma eða mikinn, það bara gerist þessi símaklefi, við byrjum að vinna að þessu held ég sko 2015, þetta er búið að vera lengsta verkefni Íslandssögunar en það kláraðist einhvern tímann. Já, akkurat og líka að við vorum að tala um það bara stuttmyndirnar og síðan trúaskólan og við töluðum líka um hlaðvarpi og við erum komin á dýftina og ég veit ekki hvað en einmitt bara gera hluti. Já. Það kemur aldrei eitthvað vont úr því ég ætla ekki að fullera það, ekki gera heimskulega hluti en gera eitthvað já, bara gera eitthvað, fara á stað sko, en ég spyrja þig þú gamla þetta já, þeir auðvitað minna allavega að drífa sig í skoðun og 4 í endastaf þá það er nokkri dagar það er ekki alltaf góða vættir og allt það ég ætlaði bara að vara 5 minúti ég var að gleyma þið fjallkinn annar var þá smá þér já, það er ennþá, lífur ennþá í honum sko, hann spyr frumherji sjálfur já, þessi er aðsend bara, ég er spókandi ég les hana sko en hann spyr sko uppáhaldsstaður á Íslandi utan sem sagt síðunar uppáhaldsstaður á Íslandi sko ég er rosalega mikið í útivist mjög gaman að skíðum og göngu fyrir alltaf í svona bakpokaferðalag og sumrin og þannig og ég eiginlega get ekki sagt einhver eitt staður því að það er einhvern veginn þú veist þegar út á hotströndum að þá bara einhvern veginn ertu
út í tilverinu eða týndur í tilverinu þar. Þú veist, ég hérna var í Lónsöræfum í sumar. Það var stórkostleg upplifun og mér fannst það þá vera fallegasti staður landsins. Svo bara, já, ég eiginlega bara Ísland í góðu veðri eitthvað næsta level. Já. Hálendið líka, vera að keyra einhvers staðar á einhverjum jeppa, einhverjum ópum og þú veist, fara yfir einhverja ár og eitthvað, mér finnst þetta alveg ótrúlega gaman, svona fjórir stemning, vera einhvers staðar, týndur einhvers staðar, það eitthvað sem að mér finnst bara endur nærandi. Já. Við eigum þetta ótrúlegt land. Ég var að hugsa, sko, ég var bara að fara á hérna, til dæmis Vestfjörðin í annarsinn. Já. En að keyra þessa leið meðfram hérna, sjónum og innfyrðina og fjallasalitnir og þetta bara eiginlega magnað. Þetta það og að því að ég fór svo mikið, ég fór líka í göngur erlendis, þú veist, ég var að fara í svona ferðir eins og á Kilimanjaro og í indusku Himalajafjöllin og svona alltaf að sækja í líka náttúrufögur annars staðar og bara því meira sem ég hef ferðast og verið að skoða ólíka staði, því meira hef ég séð bara hvað þetta land sem við eigum, þessi fjölbreytilegi náttúru, þetta svo ótrúlega einstakt og þetta mikil auðlind eitt og sér líka og það að geta verið einn einhvers staðar, það líka eitthvað sem að kemur til með að vera eftirsóknarverðara og eftirsóknarverðara. Það mun koma til með að vera auðlind ein og sér og ég tala ekki það sem ekki samband, sko, þó að ég veit að Hringdu alltaf með alltaf Þú myndi ekki finna stað sem hringdu nær ekki, sko, en ég skil hvað hann við. En já, algjörlega. Já. Sko, það komið að loka leiðinum hjá okkur í kvöld. Ok. Og það eru hálfhraðaspurningar eða semihraðaspurningar. Ok. Nice. Það hraðaspurningar en þú þarft ekki að stressa þig og ef þú langar að taka tími í eitthvað svar þá máttu gera það. Já. Okay. Það er þér komið. Já, algjörlega. En þú kannski að velta þig fyrir hver að bjóða okkur upp á hraðaspurningarnar og það eru Kemi menn. Já, takk fyrir. Já. Ára Kemi menn sem gera það? Já, Kemi Rúðuvöku fæst með mínus 18 og 26. Ég var akkurat að velta þess fyrir mig. Já, við grunna það. Hver er eiginlega með hraðaspurningarnar? Kemi á Tunguválsi 10. Já, einmitt. En þá keyrum við á þetta. Fyrsta spurning, vetur eða sumar? Vetur. Það? Já, skíðin og svona tengið það líka eitthvað við hestamennsku og annað. Og það eitthvað líka bara sem ég finnst huggulegt bara við snjó og annað og útiveru. Þó að ég hafi verið að segja að Ísland sé langfallegast sko á sumrin að þá það eitthvað. Ég elska vetrar íþróttir og bara vetur. Kækja, vor eða haust? Vor. Já. Sauðburður, taka á móti lömbum, nýtt líf að fæðist í sveitinni. Einmitt. Bjart yfir öllum, allir að grilla. Kækja. Bók eða kvikmynd? Bók. Já. Uppáhaldsbóki? Margar. Allt frá flugdrekahlauparunum yfir í Sölkuvölku, yfir í Ungfrú Ísland. Líka mjög góð svona ádela en sko, minnst mjög gaman að horfa á kvikmyndir og allt það en það eitthvað við það að fara sko, líka í sumarbústað eða eitthvað og lesa heila bók og ég ger þetta eitthvað svo róandi og ég les rosalega mikið ef ég í fríi eða ef það eru jól eða eitthvað þá finnst mér bara að lesa bækur eitthvað skemmtilega sem ég geri og líka við erum að gefa út ég held að séu flestar bækur per capita af skáldsögum þetta líka einhvern veginn svo mikil umræður alltaf í kringum ólíkar bækur þannig að já, mér finnst að það bæði huggulegra og svo finnst mér að það ekki allar þessar frábæri bækur sem verða að kvikmyndum. Nei, við verðum að lesa þér. Já. Og svo ekkit víst að kvikmynda gera þeim nógu góð skil. Nei, svo það sko. Það listform líka, hugsið ykkur að skrifa lýsingar, að hafa texta á blaði sem að hrífur fólk svo mikið með að þú einhvern veginn, þú getur hlegið og grátið yfir frásögn. Ekki eitthvað dásanlegt það? Jú, og líka bara að hafa sko heiminn af fótum sér í þessum efnum. Þú ert með urmul af bókum og þú getur bara
Þeir eru allir vegir færi að velja þér bók. Já. Þú getur valið bara merkilegustu bók í heiminum hvað sem er. Já. Þannig að, hvetjum alla til að lesa mér. Þetta er líka ákall. En þá er spurningin, sko, rósavín, hvítvín, kampavín eða rauðvín frá Maison Westman? Ef ég ætti að velja, ég held ég svo freyðivín eða kampavín eða hvítvín og þá sumar degi. Sko. Glæsilegt, bara allt saman. Tökum þetta bara. Hvítvín eða freyðivín. Hvítvín eða freyðivín, já. Ertu A eða B-manneskja? Ég er A-manneskja. Já. Vakna snemma, drjúgur morgunverkin. Ég hefði gíska á það. Er það ekki? Ég er svo mikill bóndi í mér. Það finnst svo gott að klára margt fyrir hádegi. Já. Öflugt. Kaffi eða te? Sko, eiginlega bæði betra. Meira kaffi svona eftir eignaðist börn og fór einhvern veginn. Já, tölur kaffimannskja í dag, en svona var miklu meiri temannskja. En nú kemur einn erfið, kaffi eða síkó? Alltaf kaffi. Alltaf kaffi. Já, ok. Já. Þú reykir ekki? Nei, bara alls ekki. Nei. Þetta var rosalega. Mér varst hún varlit, sko. Já. Það er svona úr karakteruna reykt, sko. Það er skemmtilegt, sko. Það hefur verið óvægt. Skemmtilegt vælkart, Það hefur verið krydd. Sólarorka eða vindorka? Sólarorka. Já. Er það ekki? Jú. Sé vítamini maður. Uppáhaldslag á harmonikunni? Ég er í kostningum núna. Já. Þannig ég er dálítið að spila viltum með vaka. Kostningavaka. Já. En svo við erum með tónleikaferðalag sem að heitir Óður til Íslands og við spilum bara svona íslensk sönglög. Þannig að þetta er allt sko fram í heiðana ró eða viltum með vaka eða ég er komin heim. Þetta eru bara þannig lög, sko. Ertu búin að negla sal fyrir kostningavökunni eða? Nú verði ég að ráðfara mig við teymið. Já, ok, já. Af öllum spurningum til þess að vísa. En ég minna sjálfsögðu opnun kostningamiðstöðurinn á morgun sem að verður þá einmitt, í Nóatúni. Já, takk. Klukkan 12. Sérréttur í eldhúsinu þegar þú ert að versla í Bónus? Sérréttur. Þú ert að elda. Maður minn er miklu duglegur að elda ég. Já. Hann er ekki heima. Setja þig á brennideibil núna, sko. Já, sko tvennt sem að ég er góð í. Annars vegar finnst mér rosalega gott ef ég er að fara út í búð og kaupa eitthvað svona hratt í matinn, að þá finnst mér gott að elda festpasta með tómatum og sveppum og hvítlauk og parmesan og svona rúkólasalati. Það er svona go to. Og síðan ef ég er eða sunnudagur og ég ætla að standa mig virkilega vel, þá er það lambalari. Með svona hvítlauksrifum og sem að maður elda lengi, piparsósa, gott salat, eitthvað svoleiði, sko. Nammi. Þá finn ég mig knúin til að spyrja þig, hvernig eldum við þetta lamb? Við hæg eldum það, frekar lengi. Ok, þannig að það er ekkit blóðugt og raukt eða... Frekar svona... Samt safaríkt og mjúkt. Já, það frekar það, sko. Já. Þetta er til í læri núna. Er þetta ekki fárlega góðu staði til þess að binda enda á þetta í dag, eða? Já, ég meina, er ekki bara loka spurningina? Jú, endilega. Og það er bara Halla Hrund, takk hérlega fyrir kvöldið. Loka spurning bara fyrir þá sem er ennþá að velta fyrir sér, er ennþá óákveðnir. Af hverju á fólk að kjósa Höllu Hrund sem forseta? Ég er að horfa á það að virkja alla Íslendinga til þáttöku, fá okkur til að vinna sterkt saman og fá okkur til að magna tækifærin. Þau eru allstaðar all land og við getum hjálpast að því að lyfta hvort öðru upp og forsetaembættið getur lagt ólíkum tækifærum leið, bæði hérna heima en líka heiman. Og við eigum að vera að vinna því að magna tækifærin, að stækka kökuna fyrir Ísland. Það er stóra verkefnið og það er vinna sem að mig langar til að þjóna öllum Íslendingum í komandi ár. Halla Hrund, takk hérlega fyrir komuna og takk fyrir kvöldi. Takk sem leiðis, gaman að koma til ykkar. Já, takk fyrir kærlega. Takk.